Ég býð ykkur velkomin á þennan fund í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Hann er haldinn 24. febrúar 2021 og ég segi fund settan. Þetta er fundur með svolítið skemmtilegt númer, 777, það er þríheiður að tala samkvæmt ákveðinni bók. En það er sem sagt, þetta er fundur númer 777 síðan að Mosfellsbær var til. Við göngum til dagskráin og að venju ætla forseti að fara yfir þetta í stórum dráttum. Það eru 16 mál á dagskrá, 2 fundargerðir frá bæjarráði, 11. febrúar og 18. febrúar, 6 fundargerðir frá nefndum í þessari röð, fjölskyldunefnd, fræðslunefnd, íþrótta- og tómstundanefnd, umhverfisnefnd, ungmennaráð og skipulagsnefnd. Þriðja lagi 8 fundargerðir til kynningar. Ég sagði 16 máli, þó er óskað eftir einu máli til viðbótar og það er, ég reyndi frá varabæjarfulltrúa M-lista, Herdísi Sigurðardóttur, og forseti ætlar að leita afbrigða til að taka þetta mál á dagskrá með semst afbrigðum. Og þeir sem samþykkja það hér inn á dagskrána ber rétt upp hönd. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Og þá tel ég rétt að það fari undir þess sem kallað almenn erindi sem verður þá væntanlega mál númer 9 að skýst inn í röðina. En við byrjum á bæjarráði að venju. Það var eins og ég sagði áðan, fundur haldinn 11. febrúar og það var fundur númer 1476. Og forseti gefur orðið laust, þarna voru 6 mál á dagskrá. Orðið laust. Það gefur engin merki, óskilegt að taka til máls, þannig að forseti lítur svo á að umræðinu sé lokið þessa fundargerð og þá er komið að því að staðfesta hana eins og einstök mál bera með sér og þeir bæjarfulltrúar sem það gera eru beinir rétt upp hönd. Þessi fundargerð bæjarráðs er staðfest með 9 atkvæðum. Þá kemur fundargerð bæjarráðs hinn síðari. Þar voru nú færri mál, helmingi færri mál. Það var 5. 18. febrúar, árla dags haldinn fundur. Fundur númer 1477, 3 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefði beðið orðið, gjörðu svo vel. Sveinn Óskar. Forseti, ég kem hérna undir málinu með 2.2 deiliskipulagsbreyting 2 og Esjumelum, kæra. Um er að ræða mál er niðurstaða úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamál. Vísa máli Mosfellsbæjar, nokkrum íbúum Mosfellsbæjar frá. Og ég ætla svona aðeins að innfara á þessu máli til að setja fundarmenn aðra inn í það. Á sínum tíma var svo búið hnútana að áform á Esjumölum voru léttur innar. Með breytingum á aðalskipulagi Reykjavíkur eftir ákveðið formlegt ferli varð svæði breytt í iðnað og þar af leiðandi og meðal annars þungaiðnað. Á fundi nr. 82 hjá svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins, nefnd svæðisskipulags SSH, var verklýsing tekin fyrir svæðið sem leiddi til þess aðalskipulags og deiliskipulags á svæðinu sem nú er í gildi. Í því og þeirri breytingu var áformað að hafa... Fyrirgefðu? Já, ég ætla að fá að gera smá athugasemd og biðja bæjarfulltrúa að halda sig við umræðuefnið eins og það er hér. Reka ekki það mjög svona í sögulegu ljósi. Málið heiti hér samkvæmt dagskránni, deiliskipulagsbreyting 2 á Esjumelum, kæra. Þetta snýst þess að kæruna. Já. Þannig að mál að biðja
biðja þeim bæjarfulltrúa að halda því við málið eins og það er þessum fundi. Takk fyrir. En á þessum fundi nr. 82 er breytingin sem verður til þess að kæran fellur sem hér er nefnd í þessu skjali sem að fylgir með þessu máli hérna. Það er úrskurðurinn sjálfur frá úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamál. Með leyfi forseta ætla ég að vitna hérna í niðurstöðu úrskurðarnefndarinnar. Hversu vel? Hér segir meðal annars í niðurstöðum beinni tilvitnun samkvæmt 3. málsgrein 3. greinar skipulagslaga annast sveitarstjórn í gerð svæðis- og aðal- og deiliskipulags og ber sveitarstjórn ábyrgð á og annast gerð deiliskipulags innan marka sveitarfélags samanber 1. málsgrein 38. greinar laganna. Taki deiliskipulagstillaga til svæðis sem liggur að mörkum aðliggjandi sveitarfélags skal tillagan kynnt sveitarstjórn þess sveitarfélags samkvæmt 41. grein skipulagslaga. Að öðru leyti gera lögin ekki ráð fyrir aðkomu nágrannasveitarfélaga að deiliskipulagsgerð innan annars sveitarfélags en í samráði nágrannasveitarfélaga sameiginleg hagsmunamál á vettvangi skipulagsmála sem fer fram við gerð svæðis- og aðalskipulags. Verður því ekki fallist á sérstöðu kæruaðild eða sérstök kæruaðild Mosfellsbæjar sem sveitarfélags verði leidd af skipulagslögum. Þetta er í annað skipti sem Mosfellsbær fer með þetta mál fyrir kærunefndina. Því er vísað frá þó með einni undantekningu varðandi sérálit eins nefndarmanns sem vildi ekki vísa niðurstöðunni eða vísa þessu frá, ósammála niðurstöðunni. En eftir stendur samt úrskurðurinn og í samkvæmt því sem farið er yfir hérna í dagskráni með leyfi forseta að á fundi bæjarráðs sem hér er til umfjöllunar, fundi nr. 1477, segir meðal annars upplýst var að í undirbúningi sé kvörtun til umboðsmanns Alþingis vegna málsins til viðbótar við kvörtun vegna fyrri deiliskipulagsbreytinga við Esjuna. Nú, þetta mál hefur verið reifað mjög ítarlega hér í þessum ræðustól og meðal annars gerð ítarleg grein fyrir ferli málsins sem eins og forseti benti á að væri svona, hvað ég að segja, orðu eða að byrja í bakka fullan lækinn að rífa upp aftur. Ég tek undir það. Þetta er langt mál. En í grunninn gengur út á það, eins og ég sé það og úrskurðurinn segir til að það var á vettvangi svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins sem Mosfellsbær átti að koma sínum rökum að og kröfum eða breytingum á því að færa þetta svæði frá því að vera létturiðnaður yfir í það sem hann er núna, það er þungaiðnaður. En eins og þegar maður rifjar upp þetta mál, þá er það í raun og veru mjög erfitt annað en að sjá að það eitthvað komið fyrir hérna í ferlinu á Mosfellsbær, því miður. Og ég tel að það hafi ekki verið nægilega upplýst til bæjarbúa hvað raunverulega gerðist í ferli. Tölvupóstarsæðir hafa glatast og svo framvegis. Skjöl ekki lögð fyrir skipulagsnefnd. Og það var árið 2019. Þannig ég segi bara, í þessu efni get ég ekki annað en setið hjá, vegna þess að þrátt fyrir sérálit og annað, þá er úrskurðurinn mjög skýr. Hann er raun og veru árétting á fyrri úrskurði sem sagði nánast það sama og í raun og veru ákveðin áfellisdómur yfir ferlunum sem átti að eiga sér stað hérna innan hús.
annað hef ég ekki málið að segja í byrjun. Já. Næstu tekur til máls bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson, gjörðu svo vel Ásgeir. Það er ekki afgreiðsla á málinu. Það er engin afgreiðsla á málinu. Ekki setja hjá í því. Takk fyrir það, forseti, bæjarfulltrúar. Ég kem upp undir sama máli, málum 2, deiliskipulagsbreyting 2 á Esjumölum kæra, sem að við fundargerð bæjarráðs. Ég held að það sé óhætt að segja að það sé okkur öllum hér inni viss vonbrigði að kærunefndin skuli ekki hafa tekið efnislega á málinu, heldur vísa því frá, og það vekur auðvitað athygli niðurstaða nefndarinnar. Ég ætla að halda mér í kærun en verð samt að fá að svara fyrir örlítið sem kom hérna fram í máli bæjarfulltrúa Miðflokksins Sveins Óskars. Þetta er ekki annað skipti sem við leggjum fram þessa kæru til úrskurðarnefndar, heldur var það kæra vegna annarar malbikunarstöðar sem nú þegar er risin. Hún var risin og búin að hefja starfsemi áður en að hún fekk í rauninni leyfi fyrir því, og það var sú deiliskipulagsbreyting sem við kærðum á sínum tíma, og þetta því að maður ræða 2 deiliskipulagsbreytingar sem að Mosesbær var að kæra. Þannig að þetta er ekki annað skipti sem þetta kemur fyrir kærunefndina þetta mál. Það eru 2 aðskilin mál. Hitt er svo annað að halda því til haga að það var einmitt ekki gerð aðalskipulagsbreyting á Esjumölum, þar sem var verið að fara úr léttum iðnaði yfir í það þyngsta iðnað sem að hægt er að hafa, og það var einmitt það sem þetta snerist hjá Mosesbæ, að við töldum að þarna hefði ekki verið farið að settum reglum og skipulagslögum, vegna þess að það hefði ekki verið heimilt að breyta þarna deiliskipulagi, heldur hafi átt að breyta aðalskipulagi. Varðandi það að það hafi ekki verið staðið rétt á málum í svæðisskipulagsnefnd SSH þegar málið var tekið þar fyrir. Við höfum alveg rætt það hér áður og verðum sennilega seint sammála það að ástæðan fyrir því að það var ekki gerð athugasemd við málið þar var vegna þess að það kom aldrei fyrir skipulagsnefnd nema, altså svæðisskipulagsnefnd nema lýsing á fyrirhuguðum breytingum. Þannig að breytingin sem slík kom aldrei fyrir svæðisskipulagsnefndina vegna þess að Reykjavíkurborg hætti við að fara hennar venjulegu og eðlilegu leið í málinu og breyta aðalskipulagi og óska eftir því. Þá hefði þetta komið fyrir svæðisskipulagsnefnd og þá hefði Mosesbær getað gert og hefði það sjálfsögðu gert athugasemd við það. Og það snýst þetta, þannig að við höfum nú það rétt. Þannig að Mosesbær gat á þeim tíma ekki gert athugasemd í svæðisskipulagsnefndinni. Nú ég ætla ekki að svara svo sem fyrir það hvort að það sé einhver áfellisdómur það að Mosesbær sé búinn að berjast með kjaft og klóm í þessu máli frá því það kom fram. Það er alveg rétt að það kom ekki til skila tölvupóstur sem að gera það að verkum að máli fór ekki nákvæmlega rétta leið á síðustu stigum málsins, en það hefði engin áhrif á úrskurðin og hafði ekki áhrif á ferlið. Við höfum átt fundi með borgarstjóra að beiðni stjórnsýslunni hér, ég og bæjarstjóri og skipulagsfulltrúi og ásamt skipulagssviði Reykjavíkurborgar, og það hafa verið óformlegir fundir og fullt af samtölum hér milli embættismanna þessa sveitarfélaga. Þannig að við erum búin að gera held ég allt sem við getum til þess að hnekkja þessari deiliskipulagsbreytingu, og eins og hefur áður komið fram að þá er ekki oft sem að það gerist að eitt sveitarfélag kæri annað varðandi skipulagsmál, en við sáum okkur knúin til þess að gera það vegna sem við vorum búin að reyna að gera allt til þess að fá Reykjavík til þess að koma til móts við okkar sjónarmið í þessu. Varðandi kæruna og varðandi niðurstöðuna þá er það auðvitað mjög merkilegt að Mosesbær og þeir aðilar sem voru með Mosesbær í að kæra þetta sem eru íbúar, að þeir hafi ekki aðild að málinu og sé ekki þar með og hafi ekki lögvarða hagsmuni, og það lögfræðingar segja það að það sé mjög merkileg niðurstaða og gæti verið mjög athyglisverð bara í framhaldinu þegar upp svona koma mál, vegna þess að ef við höfðum aldrei aðild að málinu og lögvarða hagsmuni, til hvers vorum við þá
að berjast við það að mótmæla þess og fara í allan ferilinn ef að það var allan tíman ljóst að við höfum ekki lögvarða hagsmuna málinu. Samt eigum við liggja þessi lönd saman og þeir eru að breyta þarna með óheimilum hætti að við teljum og margir aðrir við skipulagið, en nefndin enn og aftur kýsa að taka ekki á málinu, heldur vísa því frá á þessum formgalla, og það er enn athyglisverðara að sá sem að skýra sér áliti í málinu í nefndarfulltrúin, að hún er prófessor í umhverfisrétti, umhverfis- og skipulagsfræðum við háskólann, og ég myndi ætla að hún hefði kannski aðeins meiri innsýn í þessi mál heldur en kannski sumir aðrir þarna í nefndinni. En meirihlutin í nefndinni réði og það var upplýst á fundinum í bæjarráði að kvörtun til umboðsmanns liggur fyrir vegna þessa máls, og við erum fyrir með aðra kvörtun út af hinni deiliskipulagsbreytingunni fyrir hina malbikunarstöðuna sem að við teljum að sé nákvæmlega jafn óréttmætt eins og við teljum að þessi sé. Við skulum átta okkur á því, Mosfellingar, og við sem sittum við þetta borð hér, og ég gerir ráð fyrir að við séum öll í sama liðinu með það, að þetta er grafalvarlegt mál. Vegna þess að hvað með við þennan úrskurð, að við séum ekki lögvarðir hagsmunaaðilar að því að Reykjavík taki upp á því að breyta deiliskipulagi þarna upp á SÍ-mælum í staðinn fyrir að breyta aðalskipulagi, hvað dettur í huga að koma með þarna næst? Hvað þurfa að losna við mikið af einhverjum iðnaði með tilherrandi mengun og öðru slíku úr borgarlandinu til þess að geta þétt byggð, og hvað ætlaði að koma með mikið hérna í bakarinn hjá okkur Mosfellum. Þannig að við þurfum að halda áfram með þetta mál á öllum vígstöðum og öllum pólitískum vígstöðum, og við þurfum að vona að umboðsmaður Alþingis sjái nú hversu fáránlegt þetta er og hann leiðrétti þennan kúrs sem að þessi nefnd er búin að úrskurða í þessu máli. Takk fyrir. Það er engin, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson talar hér aftur. Við erum að ræða annað mál, ábyrgðir bæjarfulltrúar, fundargerð bæjarráðs 18. febrúar. Á fundarboði heitir það deiliskipulagsbreyting 2 á SÍ-mælum Andrik kæra. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Já, takk forseti. Ég tek heilshuga undir flesta því sem að síðasti ræðumaður hélt hérna fram. Og ég skil það vel að það voru fleiri mál og með annars eðli sem fóru hérna fyrir þessa nefnd. En í grunninn, í öllum niðurstöðunum, kemur fram að vettvangurinn er svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðis. Og nýlega fékk ég erindi þaðan eftir gagnrýni mína á þá nefnd. Gagnrýni sem ég hef minnst á oft áður og fengi gagnrýni meðan hans hér fyrir að hafa verið að gagnrýna gæði gagna sem berast þangað. Og ég held að ég geti bara tekið hjartanlega undir að þau gögn og þau skjöl sem Reykjavíkurborg lagði það fram voru ekki fullnægjandi og ekki lýsandi. Ég tek undir það. En það er sammerkt með þessum úrskurðum einmitt að vettvangurinn er þessi nefnd. Og hana gilda reglur sem ég hef bent á, og það er komið í ljós að það reglur voru ekki einu svona auglýstar í B-tíðindu stjórnmáli. Þannig að ég segi bara, það eru mörg að hyggja í þessu, og þetta er ákveðin gæðavandamál sem verða til þess að bara umhverfi hérna væntanlega verða fyrir tjóni. Og ég skil líka baráttuna sem hefur verið að reyna að breyta og reyna að fá rétt okkar uppfylltan í þessu, hver sem hann er. Ég skil það líka mjög vel. Þetta bendir samt til þess að það er víða pottur brotinn í þessu ferli. Og hann er bara ekkert alveg kristalljós. Svo er þetta líka gæðamál hugsanlega innan Mosfellsbæjar varðandi eftirlit með svona alvarlegu mál. Það er mikilvægt þess vegna að við höldum fund
með þessum íbúum og boða til fundar til þess að skýra þetta mál. Ég alveg sammála formann okkar í skipulagsnefnd sem kom hérna upp áðan að ég vil ekki koma upp hérna iðnaði og rýra gæði íbúa. En ég hef bent á það að þetta hófst við aðalskipulagsbreytinguna sem var að fara í gegn með verklýsingum í gegnum svæðisskipulagsnefndina fyrir síðustu kosningar. Þar liggur hundurinn grafinn. Hvernig sem menn líta á það, en ég legg áherslu á það að við stöndum saman í þessu, en verðum að líka vera með gagnrýna hugsun það hvernig þetta ferli var til að geta leiðrétt það ferli, svo við lendum ekki áfram í erfiðleikum af þessu toga. Bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson ásækið hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Við tölum áfram málum með 2 á dagskrá. Já, virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur kemur hérna upp út af þessu sama máli sem heitir deiliskipulagsbreyting 2 á Esjumelum kæra. Og ég ætla ekki að vera langorður. Þetta búið að eiga sér nokkurn aðdraganda og búið að fara hérna í gegnum systemið okkar og þetta sem sagt niðurstaðan af kærunni í þessu seinna máli, þessari seinni malbikunarstöð eins og við kallum það. Og þeir sem hafa tekið til máls hérna undan mér, forseti, þeir hafa nefnt orðið póstur eða tölvupóstur sem hafi misvarist og ekki komið fram og eitthvað í þeim dúr. Og ég var nú að vonast til þess að í samantektinni sem var aðdragandinn að kærunni sjálfri að þá verði varpað einhverju ljósi á það vegna þess að það er mjög slæmt að þetta gerist og ég tek það fram, forseti, að ég er ekki að tala hér fyrir einhverjum nornaveðum á einhverjum embættismönnum en ég held að við eigum að óska eftir því við stjórnsýsluna eins og við gerðum hérna daginn að stjórnsýslan tók saman atburðarásina í málinu og að það verði óskað eftir því að stjórnsýslan fari í það að greina ferli þessa pósts. Því að eins og ég skil það, þá er þetta örlagapóstur vegna þess að hann inniheldur skilaboð eða eitthvað, já, mér skilst það, einhvers konar skilaboð frá Reykjavíkurborg að þetta sé í vændum. Og ef ég skil það rétt, þá hefðu við ef til vill og væntanlega geta komið að einhverjum andmælum á því stigi málsins ef að þessi póstur hefði ekki farið einhverjar villuvegar í systeminu. Þannig að ég held, forseti, og gerir það bara tillögu minni hérna, að stjórnsýslan fái það verkefni að greina þetta eins að því að eins og kom hérna fram í ræðu þessum talaðu undan mér hérna, að það getur vel verið að þetta sé bara gæðamál hérna í stjórnsýslunni. Við verðum náttúrulega að geta treyst því að sérstaklega svona örlagarík mál og auðvitað öll mál bara að þau eigi sér ákveðin tryggan farveg þannig að það berist og í þessu tilfelli hefur vantarlega þessi póstur að berast til skipulagsnefndar eða bæjarráðs eða einhvers hérna sem gat brugðist við þá meðhöndla þennan póst og þá vantarlega komið að einhvers konar athugasemdum eða svörum til Reykjavíkurborgar ef að þetta þessi örlagapóstur sem mér skilst að hafi innihaldi einhvers konar tilkynningu eða einhvers konar tilkynningum að Reykjavíkurborg hefði þetta í hyggju sem að við vorum að kæra með þessari kæru sem var vísað frá. Og ég tek auðvitað undir það líka, forseti, að sérálit prófessorsins mjög merkilegt og það í raun og veru alveg bara stórkostlega merkilegt að við eigum umsagnar og aðkomurétt milli sveitarfélaga markanna. Við erum að fá bréf frá Ölfus hrepp og Bláskógabyggð og reyndar Reykjavík áður að okkur sé sem sagt lögvarinn sá réttur að koma að athugasemdum við þessum og hinum breytingum og framvegis. En svo þegar kemur að því að við kærum, þá stígur þessi ágæta úrskurðarnefnd fram og segir, heyrðu, þið eigið bara ekkert með þetta.
þetta er langt fyrir utan ykkar lögsögu og þið ekki lögvarða aðild og svo framvegis, sem alveg þvert á sjálf skipulagslögin. Þannig að þetta er mjög, forseti, svona merkilegt að þetta skuli, ég tek undir það sem hér er búið að segja, mjög merkilegt að nefndin komist að þessari niðurstöðu og enn merkilegra að kannski sá hæfasti í hópnum, maður skildi ætla það að prófessorinn sem er sérhæfður í skipulagsfræðunum, að hann kannski sé nú svona mest á mark takandi, án þess að ég sé að gera neitt lítið úr hinum nefndarmönnunum. En þetta var 5 manna nefnd sem að gengur í þetta verk. En sératkvæðið frá prófessornum í fræðunum er mjög merkileg niðurstaða. Hún sem sagt leiðir líkum að því í sinni niðurstöðu að það ætti ekki að vísa þessu frá og taka þetta til efnislegrar meðferðar. Sem maður hefði haldið að væri meiri í takt við forseti skipulagslögin sem eru að heimila okkur að gera athugasemdir þvert yfir landamærin. En ég minni á þessu tillögu mína að við förum aðeins í það að skoða þennan ferli þessa pósts. Forseti, takk fyrir. Já, ég ætla þá óska eftir því, Stefán Ómar, að þú myndir senda hana bara skriflega til forseta og þetta er sem sagt formleg tillaga sem að þú vill að verði tekið hér til umfjöllunar og þá afgreiðslu og þá myndi ég lesa hana bara upp hér. Við höldum samt áfram með umræðina málið og það er Ásgeir Sveinsson sem er dómari. Gjörðu svo vel, Ásgeir. Takk fyrir það, forseti. Varðandi þetta sama mál, kæru vegna ESA-innbera. Nú kannski komin aðeins út fyrir efnið með umfjöllun tölvupósta. Við erum að fjalla hér niðurstöðu kærunnar. En víst að það var leyft. Víst að það var leyft að ræða það, þá vil ég upplýsa það og við höfum sem rætt það hér áður að ég tel ekki nokkur ástæðu til að fara í einhverja sérstakar skoðun og veit að það er einhverja nornaveiðar þar að bakvið. Það hefur komið áður fram hér í umræðinu þetta mál að það var tölvupóstur sem kom hér frá Reykjavík sem að embættismanni sást hér yfir að koma með inn í skipulagsnefnd. Það aftur á móti er búið að ræða það hér og ég get fullyrt það að það hefur engin úrslita áhrif á þetta mál vegna þess að á sama tíma þá vorum við búin að setja formlega fundi með eins og ég sagði áðan borgarstjóra og skipulagssviði borgarinnar og það vissu allir afstöðu Mosfellsbæjar í þessu máli og miðað við þennan úrskurð nefndarinnar að þá skipti það engu máli hvað við hefðum gert vegna þess að við erum ekki lögvarðir aðilar málsins eins og það er nú skrítið. Þannig að ég held að það sé ekki nokkur ástæða til þess að þetta eru bara mannleg mistök sem urðu í þessu og það hefur engin úrslita áhrif á þetta mál. Það var búið að mótmæla þessu á öllum mögulegum og ómögulegum vettvöngum í langan tíma við Reykjavíkurborg, þannig að þeir hefðu ekkert gert með þetta þó svo að þessi tölvupóstur hefði ekki fyrirfarist. Takk fyrir. Við ræðum almennt málið ennþá ef einhverjir bæjarfulltrúar vilja ræða það gefur engin merki það en já, við skulum taka fæst fyrir ef að þú ert bæjarfulltrúar Stefán Ómar sé tilbúin með bókuna fyrirgefðu tillögu þá tel ég rétt að hún verði tekin fyrir næst og ég mun þá lesa hana upp og gef þá orðið laust tillöguna áður en við greiðum atkvæði hana. Búinsendalega. Ég óska eftir fundarhléi. Já, það hefur verið óskað eftir fundarhléi og við verðum við því.
smella hérna. Þetta er komin loft. Já, við hefjum þá fund á 9 og erum að ræða fundargerð bæjarráðs frá 18. febrúar. Það er mál nr. 2, deiliskipulagsbreyting 2 á Esjumölum, kæra. Forseti mun nú lesa, það hefur borist bókun, umræðum málið er lokið, en það hefur borist bókun frá bæjarfulltrúa M-lista sem forseti ætlar að lesa. Hún er svohljóðandi: rétt er að leita allra leiða til að gæta hagsmuna íbúa Mosfellsbæjar á fundi í svæðisskipulagsnefnd SSH 2. mars 2018 gerði þáverandi fulltrúi Mosfellsbæjar þar engar athugasemdir undir 5. dagskrárlið á 82. fundi nefndarinnar við verklýsingu í tengslu við aðalskipulag Reykjavíkur er heimilaði meðan hann sungaði á Esjumölum. Afstaða bæjarfulltrúa er sú til þessa máls er að víða hafi verið pottubrotin í ferli þessa máls sem rekja má til síðasta kjörtímabils. Það er mjög miður. Þetta er bókun frá M-lista mál nr. 2. Getur fengið hann að senda það? Já, það er hérna. Ég náðu þess ekki, bara afsakið. Já. Ritari, myndir þú kannski senda bara hérna á þá alla bæjarfulltrúa? Við skulum gera hérna stutt hlé fundinum meðan.
Við hefjum það fund á nýju og ræðum ennþá mál nr. 2 í fundargerð bæjarráðs frá 18. febrúar. Það er búið að lesa eina bókun frá bæjarfulltrúa M-lista en forseti ætlar nú að lesa bókun þetta mál frá bæjarfulltrúum D og A-lista. Hún er svohljóðandi: aðalskipulagsbreyting á Esjumelum var aldrei kynnt í svæðisskipulagsnefnd SSH. Þess vegna gat Mosfellsbær ekki gert athugasemdir við meðferð málsins í svæðisskipulagsnefnd. Þessi bókun hefur verið send til ritara og verið fært til bókar. Já, hún var aðeins lengri, ég sendi þér hérna. Nú, ég Gleymdi sig. Þú ert með nýrri útgáfu já, byrju nú við. sem ég óska eftir að vera lesin. Já, það var, Sérðu hana? Það senda hann aftur. já, það er eitthvað hérna. Þetta ég sé verið fyrir 4 mínútum. Eitthvað sem hún setti fyrir 4 mínútum bæjarfulltrúi. Já, og 1742. Já, já, byrju, Þarna önnur svo sett. fyrir ekki, já það er rétt, það var það hérna, já afsakið. Fyrst afsakunum á þessu, Taka 2. hún er hér rétt bókunin og ég ætla þá að lesa hann aftur í heild sinni. Hún er svohljóðandi bókun frá þarfyrsta í þessu umrædda máli. Aðalskipulagsbreyting á Esjumelum var aldrei kynnt í svæðisskipulagsnefnd SSH. Þess vegna gat Mosfellsbær ekki gert athugasemdir við meðferð málsins í svæðisskipulagsnefnd. Mosfellsbær hefur leitað allra leiða til þess að mótmæla þessari breytingu á skipulagi á Esjumelum, meðal annars kært Reykjavíkurborg og kvartað til umboðsmanns Alþingis, og því er ekki rétt að það sé brotalögum á meðferð málsins af hálfu Mosfellsbæjar. Þetta var bókun frá bæjarfulltrúum D og A-lista. Þá telur forseti rétt að klára þetta mál á þessum fundi. Það hefur verið óskað eftir, eða ástæða til þess að vera með sérstaka atkvæðagreiðslu bara þetta eina mál, og þá bara ber ég það upp þeir sem staðfesta fundargerð bæjarráðs í þessu eina máli eru bennir rétt upp hönd, einhverja móti. Það er 8 atkvæði með og 1 situr hjá. Þá ætla forseti að gefa orðið laust hin málin 2. Þetta voru nú einungis 3 mál á þessum ágætafundi. En það er mál nr. 1 og mál nr. 3. Orðið er laust. Ykkur vill ræða þau mál. Forseti hefur sett hér sjálfan sig á mælendaskrá og ætla þá að taka til máls. Aðeins að ræða fyrsta mál. Og lesa það fyrst hér eins og það er kynnt hérna í fundarbúði. Kolviður óskum 12 tilraunareiti í skógrækt og Mosfellsveiði. Erindi Kolviðar og Skógræktarfélags Mosfellsbæjar skógrækt og Mosfellsveiði stendur þarna. Bara rétt að svona tæpa á því að þetta er stórt og mikið mál sem er nú ekki alveg nýtt og margar hliðar á því. Þetta snertir hvernig við ætlum að nýta landið hér upp á heiðinni, og þarna eru svona bæði hagsmunir, fjárbænda og annara, og síðan auðvitað hvað gerist ef það verður farið í þessa miklu skógrækt. Ég ætla ekki að fara neitt lengra út í það. Þetta kemur auðvitað aftur, þetta var sent til umsagnar umhverfissviðs og kemur síðan næst aftur yfir inn í bæjarráð. Þannig að það er svo vissulega ekki búið. Ég vildi bara rétt tæpa þessu stóra máli, bæði í fermetrum og allavega hana, ef að verður. Orðið er laust. Hversu engi frekar hljóðs, og þá göngum við til atkvæði um mál 1 og 2, þeir sem staðfesta niðurstöðu nefndarinnar eða bæjarráðs í þessum málum eru bennir rétt upp hönd. Það eru 9 hendur á lofti. Þá förum við í nefndirnar. Þær eru 6 fundargerðir frá nefndum. Við byrjum á fjölskyldunefnd. Fjölskyldunefnd hélt fund 16. febrúar síðastliðinn. Það var fundur nr. 303 og þar voru nú 16 mál á dagskrá og ég gef orðið laust. Rúnar Bragi Guðlaugsson, bæjarfulltrúi Biðmorði, gjör svo vel Rúnar Bragi.
Forseti, fulltrúar, ég ætla að fá að koma hér stjórnum fyrir máli nr. 1, þjónustusveitarfélaga 2020, Gallup-könnun. Nú er rætt hér, en mér langaði með leyfi forseta að lesa hér upp bókun fjölskyldunefndar. Fjölskyldunefnd telur mikilvægt að greina nánar niðurstöðu könnunarinnar vegna málaflokks fatlaðs fólks og aldraðra. Nefndin felur fjölskyldusviði í samvinnu við fræðslu og frístundið sem á umhverfissviði að framkvæma nánari þjónustukönnun í málaflokki fatlaðs fólks. Einnig felur nefndin fjölskyldusviði að framkvæma nánari þjónustukönnun í málaflokki eldri borgara til samræmis við stefnu Mosfellsbæjar í málefnum eldri borgara. Ég vil bara minna á þetta, þannig að við okkur í fjölskyldunefnd var hugað að þarna yrði gerð sérkönnun hér á Mosfellsbæ. Orðuðu laust fyrsta máli sem að bæjarfulltrúi Rúnar Bragi var að ræða. Hver sem ekki hljóðs það, þá er umræða lokið það. Orðuðu þá laust hinn málin. Og Rúnar Bragi Guðlaugsson hefur beðið afstöðu orðið, gjörðu svo vel, Rúnar Bragi. Forseti, bæjarfulltrúar. Það koma hér undir máli nr. 3. COVID-skýrsla fjölskyldusviðs. Hef gert það hér undanfarið. Hér eru tölur sem ég ætla bara að minna bæjarfulltrúa á að hér séu bara mjög flottar og ítarlegar tölur. Varðandi fjárhagsaðstoð í Mosfellsbæ, barnaverndarmál, barnaverndartilkynningar, hér við erum að fara og búið að fylgjast vel með háttum hér í Mosfellsbæ og til stendur jafnvel að færa þessar tölur inn í svokallaðar lykiltölur sem við höfum séð líka hér áður og kannski ekki endilega að ég veit ekki hvernig við gerum það varðandi COVID en vonandi fer það nú senn að ljúka og þetta geti kannski heitað eitthvað annað heldur en COVID skýrsla. Þannig að ég ætla kannski að yfir á því að á þess að fara kannski beint í tölulegar staðreyndir hér að vonandi COVID brátt á enda erum við að sitja hér okkar annan fund eftir alla fjarfundina en líklega munu þessar tölur færast yfir í lykiltölur en við munum vonandi fá að sjá þær alltaf áfram. Orðuðu laust þriðja mál. Við sem ekki ljós að umræðan lokið það mál og við gerðum ennþá orðið laust fundargerð fjölskyldunefndar frá 16. febrúar, númer 303. Og Rúnar Bragi Guðlaugsson hefur bæjarfulltrúi beðið aftur orðið. Gjörðu svo vel, Rúnar. Forseti og fundarmenn og bæjarfulltrúar. Ég langar að koma hér upp undir máli númer 5. Reglur sérstakan húsnæðisstuðning. Þessu máli var frestað. Mér langar aðeins að ræða hér bara stuttlega þetta mál og það tengist auðvitað líka síðan í næsta máli. Og ég kannski aðeins kom inn í það, Rúnar Bragi, sko, því að þú segir að það hefur verið frestað. Ég hef nú svona gert athugasemdir við það áður að því þetta kemur aftur náttúrulega, væntanlega eftir næsta fund. Þannig að ég mælist til þess að það sé ekki að ræða efnislega í bæjarstjórn áður en að fagnefndin sé búin að ræða það. Þetta einmitt nákvæmlega þetta komið áður upp. Ekki málið, en það svo sem ekki, ég get líka bara fjallað þetta þá á næsta fundi. Já, ég myndi nú mælist til þess. Þá kannski bara, ef enginn vill ræða þetta, þá bara ger ég það næst. Já, ég er svona mælist til þess. Ekkert mál. Já. Nema þá að svona svo ég tali þá það ef að menn vilja ræða það að það hefði ekki átt að setja málið á dagskrá eða ekki átt að fresta því eitthvað slíkt. Málið var reyndar rætt en ákvörðun frestað. Málið var rætt en ákvörðun frestað. Nú, fyrirgefðu, já, ég misskildi þetta. Það er allt í lagi. Já, heyrðu,
þá ætla ég að beðast afsökunar á þessu. Niðurstaðan liggur ekki fyrir, er ekki best bara að taka þetta næst? Já, ég afsaki Rúnar Bragi. Sko, þá bara beðið ég velkomin aftur í ræðustólinn. Ég miskildi að það hefði verið frestað. Tökum þetta bara næst. En ég miskildi að það hefði ekki verið tíminn til að taka það fyrir, já. En ákvörðun var frestað. Þannig að þú ert velkomin í ræðustólinn. Við skulum bara taka þetta næst, það er flott. Jæja, en ég biðst afsökunar á þessu. Þetta var miskilningur hjá forseta. Þetta var nú 5. mál. Orðið er ennþá laust. Og Rúnar Bragi, gjörðu svo vel. Já, takk forseti, fulltrúar. Það er kannski bara alveg hárrétt að við skulum kannski bara ræða þetta á næsta fundi og ég get á upplýst bæjarstjórn nánar það. Það var mikil umræða á fundinum almennt í öllum málum og eins og þið kannski þá sjáu hér bara restina af málunum var frestað vegna tímaskorts. Þannig að það hefur settur á auka fundur því að það var hér síðasta máli á dagskrá áður en farin var í trúnaðarmálafundina sem er númer Númer 14. Það er Munksborg. Fjölskyldunnar telur það mjög mikilvægt að ræða þetta málefni. Þess vegna var settur á annar fundur bæði til að klára þau mál sem eftir voru og að fara í þetta málefni skýrslu Munksborg 2020. Það er það sem ég sé. Já, er einhver sem vil ræða frekar hér mál í fundargerðinni? Sem við ekki rætt. Svo virðist ekki vera að það ágöngum við atkvæða ágætu bæjarfulltrúar þessi staðfestu fundargerð fjölskyldunefndar eins og einstök borð er með sér 9 hendur á lofti. Þá var það frestunefndin. Þar voru 5 mál á dagskrá og fundurinn var haldinn 17. febrúar síðastliðið. Þar var fundur númer 387, hvort ég meira minna, og ég gef orðið laust. Bæjarfulltrúi Kolbrún Þorsteinsdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Já, takk forseti. Við kem hér undir mál nr. 4, varðandi Glörusjóð. Það var sem sagt, lá þetta fyrir niðurstaða nefndarinnar næsta þema fyrir sem sagt styrkúthlutun þetta vorið og Glörusjóður náttúrulega til þess gerður að efla hér skólastarfi í okkar sveitarfélagi, í okkar skólum og þetta var sem sagt rætt fyrir hálfmánuði síðan og aftur núna hálfmánuði seinna á næsta fundi eftir og niðurstaðan var sem sagt að það væri fjölbreyttir kennsluhættir. Það er sem sagt þema næstu úthlutunar og það var þetta gerð svona rétt könnun á því hvort að hvað væri það sem helst væri, hver áherslan væri og þetta var eitthvað sem skólarnir geta allir sammælst og eru allir að vinna að það eru fjölbreyttir kennsluhættir. Þannig ég er mjög glöð að þetta sé niðurstaðan og hlakka til að sjá þær umsóknir sem munu koma þá inn varðandi að sækja sér styrk í þennan sjóð. Þannig svona vildi bara upplýsa það. Takk fyrir. Já, þetta var 4. mál sem bæjarfulltrúi Kolbrún var að ræða. Glörusjóður 2021, orðið er laust það. Þetta kveður sér engin hljóðs. Það mál, orðið er laust á einhver önnur mál þar. Bæjarfulltrúi Lovísa Jónsdóttir er beðið málið. Gjörðu svo vel, Lovísa. Þú stóð beðið málið eitthvað annað mál? Já, afsakið. Þarna skildi ég ætla að fara að tala Glörusjóð. Það vorum ekki alveg samferð í tímanum hana. Gjörðu svo vel, Anna Sigríður. Já, takk forseti. Ég kem hérna upp undir máli nr. 5 í fundargerð fræðslunefndar. Það er menntastefna Mosfellsbæjar. Ég sakna þess að það er engin gögn með þessu máli. Það er talað í bókunefndarinnar að það hefur verið farið yfir stöðu mála varðandi endurskoðun og því ég fer líka inn á fræðslunefndar sjálfa það fylgir engin framvindu skýrsla þar. Mér langar til þess að heyra bara hjá formanni nefndarinnar hver er staðan á málinu en ítreka að það er
það er alveg nauðsynlegt fyrir okkur að fá skrifleg gögn með svona málum. Ég tala um svona stórum málum eins og endurskoðun menntastefnunnar. Þannig að ég vil endilega hvetja formanni til þess að gæta að því þegar þessi stefna kemur til umræðu og hérna kemur fram að verkáætlun verði kynnt með reglubundum hætti og þá vonandi komi þá, eins og ég segi, skrifleg gögn með því þannig að fólk geti svona fylgst með og komið kannski jafnvel með uppbyggilega athugasemdir hvað er hægt að gera. En ég vildi óska eftir því að formaðurinn færi aðeins yfir stöðu þess máls. Já, Lovísa Jónsdóttir, þú vilt ræða þetta mál eða ekki? Nei, ekki þetta mál, þá ætla ég að gefa orðið laust það áfram. Það sem bæjarfulltrúi Annarsýrið var að ræða, menntastefna Mosfellsbæjar, Kolbrún Þorsteinsdóttir, menntastefnu, gjörðu svo vel. Já, takk forseti. Ég get bara svarað því bara mjög stutt. Það liggja engin gögn undir þessu máli, akkurat eins og staðan í dag. Við vonum í rauninni að fá það bara staðfest frá þeim aðila sem mun taka að sér þessa vinnu. Það hefur aðeins dregist, ég skal bara viðurkenna það hér og nú, en við höfum ákveðna tímalínu í þessu máli, en það er engin gögn, það er engin ný gögn. Við fórum yfir í rauninni gömlu glerurnar svona til upprifjunar og þannig að við og sá aðili sem að mun taka við málinu, sem ég get kannski upplýst hérna, hún heitir Ragnheiður, ég man ekki hvers dóttur hún er, svo sama og sá lýðheilsustefnun okkar, hún heitir Agnarsdóttir held ég, Ragnheiður Agnarsdóttir, ég man ekki, ég held að það er ekki, já, Ragnheiður Agnarsdóttir heitir hún, en við vorum bara að fá alveg splunkunýjar upplýsingar og staðfestingur en endanlega staðfestingu á því að það væri hún, en ég minnst kannski ekki skipta kannski ekki lykilmáli hver það er, en aðalmálið er að það sé gert og við séum að fá mannesku til að halda utan þetta verkefni. Hún rauninni leiðir verkefnið, hún er ekki sérfræðingur í skólamálum, hún er sérfræðingur í stefnumótun. Við höfum nóga sérfræðingum í skólamálum og í okkur sveitarfélagi hvað það varðar. Þannig að það er engin gögn, ef það væri einhver gögn, það myndi það klárlega liggja þarna fyrir og þau munu koma og við munum að fá að fylgjast með. Orðið laust þetta mál. Við þessu engin ljós, þá er umræðu lokið. Orðið laust fundargerðin að öðru leyti. Það var bæjarfulltrúi Lovísa Jónsdóttir búin að biðja orðið. Gjörðu svo vel, Lovísa. Hún er ekki númerið. Við erum þrennt að velja hana. Já, ég er að tala um starfsáætlunina. Hún var það ekki númer 1 bara. Hún er númer 1. Starfsáætlun fræðslunefndar 2021. Já. Ég bara velta fyrir mér með starfsáætlunina því að hún svo sem tilgreinir hvenær fundir verði haldnir en ekki nánar hvað er verið að fara að gera á fundum og mér bara velta fyrir mér tímalínu varðandi skiptingu varmaskóla í 2 skóla og ráningu skólastjóra. Hvort að það sé komið í ferli og hvað það sé í þessari starfsáætlun. Hvort það er þarna undir. En ég hefði svona átt von á því að sjá ferlið þar. Takk. Kolbrún, formaður fræðslunefndar. Svara því, það er ágætt að Það er að feið mér annað guð. svara þessari spurningu. Já, Fyrir ekki það sem bara spurningunni og já, nú að svara bara spurningunni. Ráðning skólastjóra er málefni fyrir fyrst í einn bæjarráð og í rauninni öll áframhaldandi vinna varðandi skiptingu varmaskóla er ekki komin til nefndarinnar og ég get ekki sagt að nákvæmlega hvenær það kemur fyrir nefnd, en það mál er allt í ferli og ég held að það mun fara gegnum fyrst og fremst í gegnum bæjarráð og vísa til nefndarinnar. Orðið að laust mál nummer 1. Starfsáætlun fræðslunefndar sem að Lovísa og Kolbrún var að ræða. Það kveður sig engin ljós, þá er umræðum lokið það, þá er nú ekki mikið eftir en orðið er ennþá laust. Það mál sem standa ennþá út af. Nú, umræðum þá lokið þessa fundargerð og þá göngum við til atkvæða ágætu bæjarfulltrúar. Þessi staðfesta þessa fundargerð er beinir réttu bönd. Fundargerð fræðslunefndar er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er það íþrótta- og tómstundanefnd. 11. febrúar síðastliðinn. Fundur númer 243. Þá er reyndar einungis 2 mál á dagskrá. Orðið laust. Íþrótta- og tómstundanefnd Mosfellsbæjar orðið laust og það kveður sig engin hljóðs og þá lítur forseti svo á og umræðan sé lokið og
okkur ekkert að vanbúnað að ganga til atkvæði. Þeir sem staðfesta þessa fundargerð bennir rétt upp hönd. Þessi fundargerð staðfest með 9 atkvæðum. Það var umhverfisnefnd Mosfellsbæjar sem hélt fund 18. febrúar síðastliðinn. Þar voru 6 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust. Bæjarfulltrúi Anna Sigríður Guðnadóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Anna Sigríður. Takk fyrir forseti. Já, ég kem hér upp undir 4. máli á dagskrá á þessum ágæta umhverfisnefndar fundi sem fjallaði mikið úrgangsmál og hringrásarhagkerfið og mér langar til þess að vekja athygli hérna á bókun sem fulltrúi Viðreisnar í nefndinni og ég sem áheyrnarfulltrúi Samfylkingarinnar í nefndinni lögðum fram sameiginlega þar sem við vildum minna á á endurvinnslustöðina okkar hér í Mosfellsbæ og mikilvægi þess að vegna þess að við erum bara komin að þeim tímamótum að það verður að auka persónulega ábyrgð á flokkum, persónulega ábyrgð allra og það þýðir líka það að það þarf að gera fólki eins auðvelt og hægt að sinna flokkun og losa sig við sorp og hvað þetta heitir nú. Og þannig að við settum upp þessa bókun þarna við mál númer 4 og ef ég fæ að lesa hann með leyfi forseta, má ég það? Já, hvernig er það? Já, reglurnar eru þannig að þú telur ástæða að þetta er ekki ný bókun eða... Nei, ég bara segja, en ég vil segja bara, já, þá ætlum ég ekki að fara að brjóta reglur í, ég er bara ekki alveg viss hvað reglur eru. Já, en ástæðan, ég vildi bara minna á þetta að endurvinnslustöðin, það hefur verið rætt að þegar framlíði tíma þá verði henni lokað og sett upp stór og stærri endurvinnslustöð hérna niðri við Korputorg við Vesturlandsveginn. Lambhaga? Já, en þú ferð, þú keyrir út af þess að setja að fara á Korputorg. Það allir að hjálpa mér hérna að koma orðum að því sem ég er að hugsa og það allavega, ef ég tala fyrir mig, þá finnst mér það ekki kannski alveg nógu góð þjónusta og til þess að, ég er nú fann að endurtaka það sem ég var að segja á þannig að það skiptir máli að gera fólki eins einfalt og mögulegt er að losa sig, að flokka sorp og losa sig við það. Þannig að þetta er bara svona áminning þetta í þessari bóku. Bara áður og ferð ræðist þú svo að segja hreinu ég hefði ekki bannað þér að lesa þessa bókun. Nei, ég var að spyrja í fullri einlægni, ég vissi ekki hvort ég... Ef þú vilt að stendur eins og hér. Já, allt í lagi. En það er eins og að bókanir sem eru nýja, þær fara í gegnum því, já. Og hérna borðið. Já, það er 4. mál. Já, bara beðum orðið. Þú? Já, Haraldur Sverrisson. 4. mál. Jú, ákveður þessi. Í umhverfisnefnd. Samræming úrgangsflokkunar á höfuðborgarsvæðinu, bandlyksóknaráðinu. Forseti, takk fyrir það. Það málið reyndar á dagskrá í bæjarráði á morgun vegna þess að bæjarráð óskaði eftir því að fá umsögn umhverfisnefndar þessa tillögu starfshópsins samræmda úrgangsflokkun á höfuðborgarsvæðinu. Með leyfi forseta, þá ætlum ég nú að fá að lesa þá umsögn upp hérna, af því að málið er komið hér á dagskrá. En umhverfisnefnd styður tillögu starfshópsins og minnir á að aukin samræming á úrgangsmálum er í samræmi við umhverfisstefnu Mosfellsbæjar. Þannig að það er greinilegt að umhverfisnefndin er jákvæð fyrir þessari samræmingu úrgangsflokkun á höfuðborgarsvæðinu og reynt að fagna ég því mjög að þessi vinna hafi farið fram. Því að það er í mínum huga dálítið skrítið að við hér sem erum að reka hér sameiginlegt byggðarsamlag meðhöndlun úrgangs og förgun úrgangs skulum ekki geta haft sameiginlega stefnu það hvernig við flokkum sorp. Og það hafa verið í raun og veru 3 aðferðir við það. Það er að segja Reykjavíkur aðferðin, Kópavogs aðferðin og svo aðferð allra hinna. Og aðferð allra hinna er svo aðferð sem að byggðarsamlagi sem allir eiga er að reka saman hefur vilja standa fyrir. Þannig að ég fagna því mjög að það sé komin hér tillaga þetta og hún er nú
hún einmitt í þeim anda að auka ábyrgð, eins og ég upplifa hana, auka ábyrgð íbúa á flokkun og færa flokkunina meira á heimilin og setja í tunnurnar auka hólf til þess að flokka gler og ýmislegt annað, járn og fleira. Við erum í dag að flokka pappír og við erum að flokka plast frá sem fer í gráu tunnuna, en það er svona deildar menningar á það hvort að sú tækni sem að sortpappír yfir í gufunni sé nægilega góð til þess að þetta sé nægilega vel framkvæmt en þarna komin sem sagt finnst mér góður grunnur að því að gera þetta með þessum hætti og þess vegna fagna ég nú niðurstöðu eða umsögn umhverfisnefndar sem hún sammála greinilega þessum tillögum og ég vona nú að þær komist til framkvæmda frekar fyrr en síðar og við höfðum meira til ábyrgðar okkar íbúa á að flokka heima og gerum þarandi straumana í nýja gasa- og jarðgerðarstöð hreinni og fáum betri moltu út úr þeirri framleiðslu. Hvað varðar síðan endurvinnslustöðina Blíðubakka sem mér finnst nú reyndar ekkert koma þessu máli sérstaklega mikið við, en alltaf leið með það. Það var þarna bókað það og það hefur verið álitið að það væri tækt að gera það, en ég held að við þurfum að horfa dálítið á það með þeim hætti að það er alltaf að verða heilmiklar tæknibreytingar og byltingakenndari aðferðir við uppsetningu og bara hvernig þessar endurvinnslustöðvar virka. Og það er alveg ljóst að endurvinnslustöðin á Blíðubakka hefur hvorki landrými með staðsetningu til þess að verða slík endurvinnslustöð. Og þess vegna hefur það verið stefnan að fækka endurvinnslustöðunum og gera þær öflugri og aðgengilegri og þægilegri fyrir íbúana að umgangast. Og ég nú ekkert svo viss það að ég vil mér skoðast fá að bíða með einhverja slíkar yfirlýsingar þar til maður fara að sjá nákvæmlega hvernig endurvinnslustöð sem meiningin eða hugmyndur að reisa einmitt þarna við Lambhaga, mótum Reykjavíkur og Mosfellsbæjar sem á þá að þjóna ekki bara, hún á að þjóna öllu norðursvæðinu, hún á að þjóna Grafarvogi, Grafarholti, Úlfarsárdal, Mosfellsbæ, Kjalarnesi og ég ekki viss það að það verði einhver verri þjónusta. Ég ber þá von í brjósti að hún verði betri og hún aðgengileg, staðsetningin aðgengileg fyrir Mosfellinga. Það er að segja að hún við stoppuveginn, það er að segja þjóðbrautina, þjóðveg 1 með auðveldu aðgengi frá honum og ég vil minnst áður en að ég lýsi því yfir að mér finnst þetta að vera verra þá vil ég fá að sjá hvernig sú stöðu að vera og ég nokkuð bjartsýnn á það að sú breyting verði jafnvel betri heldur en það sem í dag og við vitum alltaf að stöðin á Blíðubakka þá hún sé nálægt sumum okkar, þá ekki nálægt öllum okkar, að hún og verður aldrei svona tæknilega uppsett eins og þess stöðar sem þá meiningin að reisa. En til að mynda bara til að skila skyldum umbúðum það miklu seinlegra og flóknara heldur en að fara á aðra staði vegna þess að hún býr ekki við þeirri tækni og svo framvegis. Þannig að ég ekki alveg viss að ég sé alveg sammála þessari bókun sem ekki var lesin hér upp. Bara koma þessu framfæri þetta. Lóa Jónsdóttir, þú ert búin að biðja orðið 4. mál. Samræming úrgangsflokkun á höfuðborgarsvæðinu. Já, takk fyrir. Mig langaði kannski aðeins að bakka smá og fara að bara málinu svo að liggur fyrir. Það er að segja að þessi skýrsla
sem að var unnin og mér bara langar að hrósa þeirri vinnu, kannski byrja á því, sem að fór þarna fram. Að hér er sem sagt, sérfræðingar í hverju sveitarfélagi fyrir sig sem að fara mjög ítarlega yfir þessi mál og vinna þessa skýrslu með aðstoð ráðgjafa fyrirtækis sem ég var með nafnið á hérna fyrir Resource væntanlega International EHF, Resource allan EHF, sem sérhæfa sig í þessu og þessi skýrsla sem er aðgengileg opinberlega er bara gríðarlega gott plagg bara fyrir alla að lesa, alla sem að láta sig þessi mál varða og vilja bara fræðast aðeins hvað það af hverju þetta skiptir okkur máli og við þurfum að fara til einhver það að taka ábyrgð á því sem við látum kaupum frá vöggu til grafar, ekki bara að kaupa það og svo skiptir ekki máli leið og við látum út í tunnuna fyrir utan hjá okkur því að þurfum aðeins að átta okkur á því að það bæði mögulegur kostnaður fyrir okkur sem að það og í dag, en þetta eru líka verðmæti og við eigum að reyna að hámarka verðmætin fyrir hagsmuni heildarinnar. Og mér langar aðeins að fara yfir þessi tillaga A sem að mér sýnist vera mjög breið samstaða Þessi sérfræðingahópur komst að þeirri niðurstöðu að væri ákjósanlegasta niðurstaðan sem söfnun heima dyrum á 4 úrgangsstraumum. Það er að segja pappír eins og verið hefur, lífrænn úrgangur, blandaður úrgangur og svo plast og málmar. Og gríðarlega mikið framfaraskref þessi söfnun á lífrænum úrgangi við húsvegg eins og kallað og þetta í samræmi við fyrirliggjandi lagabreytingar sem að verið að innleiða hérna og hefur verið boðað á Alþingi. Ég held að sé umsóknarferli núna, frumvarpið, það sem kveður á þessa skyldu. Þetta bæði auðvelda fólki náttúrulega að endurvinna og við fáum miklu dýrmætara hráefni sem við getum notað hér á landi. Þannig að ég bara mjög spennt fyrir þessu verkefni og mér langar að hvetja alla til að skoða þessa skýrslu og ég vona að sé rétt að fyrirlesturinn hana sé líka opinber á heimasíðu SSH. Ég þori ekki að lofa því, menn ég stend hér í pontu, en þetta er fróðlegt líka fyrir þá sem að vilja bara hreinlega læra hvernig maður á að fara þarna á milli flokka. Því að ég hef verið að flokka sjálf lengi en maður efast oft og þetta er ekki einfalt. Maður þarf að þjálfast í þessu. Þannig að ég vil líka nefna að lokum og komandi þá kannski aðeins inn á það sem er efni við bókunarna líka. Það er algjört lykilatriði að við séum með þetta nálægt heimili, nálægt fólki að bæði upp á gæði hráefnisins og að auka þátttöku og í því samhengi finnst mér mjög áhugavert að taka þessa skýrslu inn líka við endurskoðun á aðalskipulagi upp á grenndargáma og slíkt og það hefur nú verið yfrað á því í vinnunni við endurskoðun á aðalskipulagi og hérna erum við með enn eitt verkfæri inn í það sem getur hjálpað okkur við þá vinnu að auðvelda íbúunum að ganga vel Takk fyrir. Já, næst ekkur máls bæjarfulltrúi Kolbrún Þorsteinsdóttir. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Þetta sama mál. Já, takk forseti. Mál nr. 4, varðandi úrgangsmálin, það er bara ólýsanlegt að sitja í stjórn Sorpu og þessi ár sem ég seti þar, hvað hefur orðið mikil gríðarleg breyting á bara varðandi úrgangsmálin, umhverfismálin og hvernig hvað allt að breytast og við látum byggja fyrir okkur þessi stóru gas- og jarðgerastöð og allt kostar þetta peninga og núna er líka fyrir ný lög sem í umsagnarferli varðandi sérsöfnun og lífrænum úrgangi og öllum meðhöndlun úrgang sem við erum að fara inn í nýja tíma og það er bara gríðarlega mikilvægt að við séum öll á sömu blaðsíðum þar og ég get tekið undir það
að þessi skýrsla sem við erum þessa starfshóp sem vann þessa skýrslu, gríðarlega fagleg og gagnleg. En ég get líka sagt að þegar að gas- og jarðgerðarstöðin var byggð og þegar að fyrstu svona drög að því hvernig við sem að höfuðborgarsvæðið áttum að umgangast hana, að þá var það náttúrulega, átti það að vera hluti af tæknibúnaði staðarinnar að geta tekið á móti heldur blandaðri úrgangi heldur en síðan kemur í ljós að það er náttúrulega, núna eru náttúrulega ný lög sem banna það reynilega, við verðum að safna lífrænum sér. En svo hefur það líka sýnt sig að straumurinn er ekki nógu hryggt sem er að koma upp í gas- og jarðgerðarstöðina. En ég upplifði að við erum svolítið á ráslínunni. Við erum að fara inn í nýja tíma og þessi skýrsla hjálpar okkur við það að ná einmitt þessu samkomulagi hér á höfuðborgarsvæðinu niðurstöðu hvernig við ætlum að safna hér við hvert hús. Og það sem ég finnst eiginlega samt mikilvægast af öllu er einmitt að pólitíkin sé síðan, svona sátt með það. Þetta er það sem við ætlum að gera. Við ætlum að hérna liggja fyrir niðurstöður. Þetta mun koma til samþykktarinn á öllum bæjaráðum og bæjarstjórnum og inn í stjórn Sorpu og við náum einhverju ró í þetta, einhverju samkomulagi það hvernig við viljum hátta söfnun og umgengni varðandi úrgangsmál hérna á höfuðborgarsvæðinu sem er náttúrulega 90% af sorpi landsins sem við erum að meðhöndla hér. Þannig að ég sammála því að þessi skýrsla er gríðarlega mikilvæg og við þurfum að taka höndum saman að svo eitt sveitarfélag ákveði síðan ekki bara gera eitthvað allt annað. Þar með er lamið á stjórn Sorpu að hún sé ekki að standa sig eina ferðin enn þegar að Reykjavík borgaði Kópavogur sem fóru allt aðra leið heldur en sem var samþykkt við stjórnarborð Sorpu þá flokkunar aðferðir og leiðir sem við ætlum að fara. Gott og vel, nú liggur fyrir þessi skýrsla og það er mjög mikilvægt að við náum samkomulagi það og ég held að svo verði og þannig við getum öll hafist handa að hér á höfuðborgarsvæðinu þegar maður byrjar að tala úrgangsmál og þá náttúrulega fyrst það sem leikmaðurinn segir íbúinn höfuðborgarsvæðinu af hverju er ekki hægt að flokka eins í öllu sveitarfélagi ef ég keyri yfir á Seltjarnarnes og Reykjavík þá er allt öðruvísi, þetta náttúrulega er algjörlega galið og ég segi bara því miður þá fór þetta óvart í hendur pólitíkurinnar og það varð ákveðin breyting en ef þetta nær í gegn þá verður enginn glaður með þetta en einmitt stjórn Sorpu sem að, svo ég bara segi það en þar sem ég sitt en núna er þetta nýja frumvarp og við ætlum að fara að flokka þetta eins og fram hefur komið, plast, málmar, lífrænn úrgangur og pappír við heimili og það er töluvert góð þjónusta. Það er nú aldeilis ekki þannig í öllum löndum, þó ég segi ekki öllum sveitarfélögum, en við erum að fara að stíga stærri skref, við erum að fara að bæta þjónustuna. Við ætlum þannig að við þurfum að hafa og þá þurfum við náttúrulega líka að fara að upplýsa íbúana hvernig við gerum og það þurfa að liggja fyrir upplýsingar á heimasíðum sveitarfélagana og það þurfa að fara í heilmikið kynningarferli hvað það varðar þegar við höfum náð þessu samkomulagi og hvernig við umgangumst gas- og jarðgerðarstöðina síðan endanum og fólk svona viti hvað við erum að gera og hvernig á að haga sér. Þannig að ég held að ég svona horfi á bjartari tíma hvað það varðar. Mér finnst það mikilvægt en samt við Blíðubakkann og næsta stóra verkefni er náttúrulega að fara eins og bæjarstjórinn var að lýsa hérna að hvernig við hér á höfuðborgarsvæðinu hvernig endurvinnslustöðvunum verður háttað. Það búa náttúrulega eins og hann lýsti því að Blíðubakkinn er löngu sprunginn, úreltur og hreinlega bara hættulegur. Hvað verður hann verður náttúrulega bara að koma seinna í ljós af því að ég held að náttúrulega Mosfellsbær er að fara að stækka, teygja sig í áttir Reykjavíkur og hvert er langt að fara, er lengra að fara niður á Blíðubakka frá Þrastarhöfða heldur niður í Lambhaga, eflaust eitthvað lengra en ég held að þar séum við líka að horfa fram á nýri tíma varðandi ný tísku eða hvað ég segja svona þróun í varðandi móttöku úrgangs á endurvinnslustöðvunum og ég segi það eru tvær staðir í dag, það er Ánanaust
og út á Breiðhellu eru þar stöðvar sem við kannski svolítið hort til, sem eru svona góðar stöðvar. Aðrar stöðvar hér á höfuðborgarsvæðinu eru bara opnar og litlar. Og þetta er næsta stóra mál okkar í stjórn Sorpu, eigenda að fá niðurstöður í það, hvernig við verðum best í sveit sett með þessar stöðvar. Og þá kemur það náttúrulega til tals að loka Blíðubakkanum með það að sjónarmiði eða markmiði að opna síðan Lambhagann. Þar verði stór og svona nútímaleg stöð. En það hefur ekki verið teknar einar ákvarðanir þetta og kannski ekki náum við að halda, ég sé svona fyrir mér að það verði, að því við erum með þetta, eins og ég segi, þetta eru stóru málin, umhverfismálin, að Blíðubakkinn taki móti einhverju og eitthvað fari niður í Lambhaga. Það sæi ég kannski fyrir mér. Stærri hlutir fari í Lambhagann og minni hlutir í eða aðrir hlutir í Blíðubakkann. En þetta á allt eftir að koma í ljós og engar ákvarðanir teknar hvað það varðar. En það er verið að stíga mörg stór skref. Ég fagna þeim og þannig að svona innan kannski vonandi bara árs mögulega að það verði að komnar einhverjar niðurstöður í þetta og höfuðborgarsvæðið muni allt ganga í takt varðandi meðhöndlun úrgangs. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson hefur beðið orðið þetta sama mál. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Já, það er þetta sama mál númer 4 sem heitir samræming úrgangsflokkunar á höfuðborgarsvæðinu, /sóknaráætlun. Og það kom nú fram í ræðu bæjarstjóra áðan að þetta erindi sem sagt er fyrir bæjarráð í fyrramálið vegna þess að bæjarráð hafði vísað þessu til umhverfisnefndar til umsagnar og hann las reyndar upp forseti þar sem að umhverfisnefndin segir þetta og sem sagt að hún styður tillögu starfshópsins og minnir á að aukin samræming í úrgangsmálum í samræmi við umhverfisstefnu Mosfellsbæjar. En þetta verður sem fyrir í fyrramálið og ég er glaður að þetta sé niðurstaða umhverfisnefndarinnar okkar og ég vil líka þakka starfshópnum starfshópur samræmingu sorpflokkunar á höfuðborgarsvæðinu fyrir þessa ágætu skýrslu sem þeir hafa skilað og sem sagt áherslupunktunum sem þar eru. Yfirgripsmikil og góð skýrsla finnst mér þar sem ég hef hlaupið yfir hana. Ég reyndar ekki lúslesið hana forseti en svona farið hratt yfir hana og mér finnst hún gott framlag. Ég hef áður minnst á það í þessum ræðustól að ég sakni þess að það sé ekki eitt kerfi á höfuðborgarsvæðinu. Við vorum með 3 kerfi í gangi eins og hér er búið að koma fram. Þess að Reykjavík og 1, Kópavogur 1 og svo allir hinir eins og var orðað hérna áðan. Og þessi tillaga er kannski meira í þá átt að vera eins og allir hinir. Og ég vona það bara að sveitarfélögin hérna beri þá gæfu í brjósti að sem sagt sameinast einhverja niðurstöðu sem er svona í þessa veru sem að skýrslan bendir á og umhverfisnefnd er að taka undir og sem sagt gera að umsögn sinni til bæjarráðs í fyrramálið. Vegna þess að það bara á þessu tiltölulega litla svæði, rúmlega 200.000 íbúar, það er bara ekkert vit í öðru en að við keyrum hérna eitt. Þetta hefur líka áhrif á sem sagt, endurvinnslustöðvarnar okkar sem eru hérna á svæðinu. Gerir ráð fyrir að það verði allt saman stokkað upp og þær verði þá í takt við þá stefnu sem að verður oná í þessum málum. Og það er aðeins búið að nefna Blíðubakkastöðun okkar hérna sem er nú svona verða barnsins tíma, plásslega og tæknilega séð að mörgu leyti og það hafa verið hugmyndir að færa hana niður að Lambhagasvæðinu og ég segi nú bara að við skulum ekki alveg gleyma okkur í hreppapólitíkinni. Það er ekki nema 19 ár síðan að þetta var Mosfellsbær og ég gerir ráð fyrir því ef þetta hefði nú ekki breyst fyrir 19 árum síðan að lögsögumörkin hafi verið færð þá væri svolítið ekki nokkur einasti Mosfellingur hérna sem væri að hafa áhyggjur á því að þetta væri í Mosfellsbæ við Lambhaga.
En að því að Lambhagi núna er í Reykjavík, þá er eins og það vekið upp einhvern ótta. Ég óttast þetta ekki. Ég vil miklu frekar fara í þetta þannig að það sem gert verður og svo endurvinnslustöð sem að forseti verður sett upp, hvort sem verður nákvæmlega í Lambhaga eða pluss mínus einhverju kílómetrar, að hún þjóni því hlutverki sem hún á að þjóna og spili í takt við heildar áætlun sem sagt samræmingu sorpflokkunar á höfuðborgarsvæðinu eins og hér er verið að fjalla um. Nú hérna aðeins, forseti, ég má víkja aðeins að Sorpu, sko, Sorpa BS, nú er verið að skoða þetta með byggðasamlögin okkar. Sorpa BS eða Sorpa OHF, kannski, jafnvel, taki þá að sér þessa samræmingu vegna þess og framkvæmd með henni. Ég get alveg séð fyrir mér að Sorpa yrði svona kannski ekkert ólík því sem að Strætó var að gera hluta til í dag. Við erum með bara eitt leiðakerfi og stjórn Strætó sem sagt liggur yfir því og gerir á því breytingar og svo framvegis. Við erum ekki með 3 leiðakerfi í gangi. Það var í gamla daga. Það voru strætisvagnir Kópavogs og Reykjavíkur og sérleyfisbílar Mosfellsbæjar. En þetta er bara liðin tíð. Nú erum við bara með eitt system. Ég held að við erum að hafa eitt system í sorpflokkunni og jafnvel að breyta hlutverki þá Sorpu og hún verði meira bara fyrirtæki, verði meira ópólitísk og taki að sér þetta samræmingar hlutverk. Hún geti jafnvel annars þá sameiginlegt útboð sorphirðu á höfuðborgarsvæðinu. Því að forsenda fyrir sameiginlegri sorphirðingu er að við séum búin að samræma hvað við ætlum að hafa í tunnunum og hvernig við ætlum að hafa tunnurnar og svo framvegis. Þannig að þetta geti Sorpa gert. Strætó er að gera þetta í dag að hluta til. Strætó á bara hluta af vagnunum og síðan býður Strætó út akstur á opnum markaði í hluta af leiðakerfinu. Ég get alveg séð þetta fyrir mér að Sorpa, OHF eða eitthvað, tæki þetta að sér í framtíðinni, að samræma þessa hluti og ég alveg klára því að við fengjum betri einingaverð í sorphirðuna ef við værum öll að gera það sama og með sama verktakan. Forseti, svo mörg voru þau orð og ég bara þakka umhverfisnefndinni okkar líka fyrir að rýna þessa skýrslu og fyrir niðurstöðuna hennar, fyrir niðurstöðu nefndarinnar, að hún sem sagt styður tillögur starfshópsins og segir að það sé í samræmi með umhverfisstefnu Mosfellsbæjar og ég segi bara vonandi tekst okkur að halda áfram með þetta verkefni og ná sameiginlegri niðurstöðu á svæðinu. Forseti, takk fyrir. Já. Fleiri hafa ekki hvað sér hljóðs þetta mál. Það var 4. mál. En orðið er laust ennþá öll hinn, það voru þarna 6 mál. Á fundi umhverfisnefndar Mosfellsbæjar, nr. 216, 18. febrúar. Á hversu engin hljóðs. En þá er umræðan lokið en forseti óskar eftir að leggja fram bókun einu máli og ég ætla þá bara að standa á fætur og lesa hana. Þeir úrskurða hvort hún sé tæk. Já. Það lítur að vera ég. Bara fórsetin. Það fórstu með það. Bókunin er frá D.A. Vaflista bæjarfulltrúum. D.A. Vaflista snertir mál númer 1. Titill málsins er svona: í fundarboði friðland við Varmárósa, endurskoðun á mörkum. Bæjarfulltrúar D.A. Vaflista leggja fram svokölda bókun. Bæjarfulltrúar Vaf og D-lista fagna stórfelldri stækkun á friðlýstu svæði í Reyruvegi. Vogurinn og umhverfi hans er einstök náttúruperla og útivistarsvæði með fjölskrúðugu fuglalífi og einnig er þar vaxtarstaður fitjasefs sem er afar sjaldgæft hérlendis. Friðlýsingin mun í senn undirstrika náttúruverndargildi svæðisins og stuðla að aukinni útivist almennings. Þessi bókun hefur verið send til fundarritara og verður færð í fundargerð. En það sem liggur næst fyrir okkur hér ágætu fundarmenn er að taka næstu fundargerð einfaldlega. Það er nokkuð skipti á þessum
fundum. Greiðatkvæði. Jú, afsakið. Sjálfsögðu, það verður nú ekki Ég á vakinu sko. gott ekki á. Það er mjög gott. Varaforseti benti mér á það að vera að greiða atkvæði. Það var málið. Þannig að þeir sem staðfesta fundargerð umhverfisnefndar frá 18. febrúar eru bennir að rétta upp hönd og það voru 9 höndur á lofti. Þá getum við farið í næstu fundargerð. Og það er Ungmennaráð Mosfellsbæjar, fundur nr. 59 frá 16. febrúar, 3 mál á dagskrá. Ekki voru laust. Og bæjarfulltrúi Kolbrún Þorsteinsdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu vel, Kolbrún. Já, takk forseti. Ég ákvað að koma hér upp undir máli númer 1 varðandi ungt fólk og umfjöllun ungmennaráðs niðurstöður þessara könnunar, þessara rannsóknar á 2020 og ég vil bara, ef ég má, lesa seinni hluta bókunar ungmennaráðs af því ég var svo glöð þegar ég rak augun í þetta. Gjörðu svo vel. Að það er kannski eins og þið margir bæjarstjórn veit kannski að þá erum við að fara að boða til íbúafundar varðandi niðurstöður ungt fólk rannsókn greiningu og það niðurstöður sem það liggja fyrir. Og hér er sem sagt ungmennaráð að taka undir þessa bókun og segja hér framkvæmdastjóra fræðslu og frístundasviðs hefur nú þegar verið falið að efna til íbúafundar með yfirskriftinni það þarf heilt form til að ala upp barn. En meginmarkmið þess fundar verður að þétta forvarnanettið á milli heimila, skóla og íþrótta og tómstundafélaga. Svo kemur það, ungmennaráð fagnar fundinum og bjóða nefndarmenn fram aðstoð sína. Þetta finnst mér mjög ánægjulegt að sjá og ég held að sé akkurat þarna sem að við eigum að taka höndum saman og við þessar aðstæður og heyra í ungmennaráði. Þannig að ég held að sé einmitt kannski þessi samhliða þá er nú löngu kominn tíma að fá að fara að hitta að bæjarstjórn hitti ungmennaráð og ég held að sé mikilvægt að við förum að gera það hið fyrsta nú þegar að svona COVID sóttvarnarreglur eru aðeins að fyrir að draga úr þessum miklu sóttvarnarreglum eða þessum hörðu reglum sem að núna er fyrir að aðeins fara að milda. Þannig að nú getum við að fara að hitta fólk og bara vonandi náum við að hitta ungmennaráðið sem fyrst og fara yfir þetta mál af því þetta gladdi mig mjög að sjá þetta og ég held að ég bara fagna þessari bókun ungmennaráðs og mun eiga samtal við það nefndarfólk bara hér fyrsta. Þannig að það var nú það sem ég vildi segja málefni þessar nefndar. Ég held að sé, já, takk fyrir því. Já, einhver aðri sem vilja ræða ungt fólk október 2020. Fyrsta mál á dagskrá ungmennaráðs. Svo verðist ekki vera þá er umræðum lokið það mál. Orðið er ennþá laust þessa fundargerð. Nú, það kveður sig ekki ljós og þá er okkur ekkert að vanbúinu að staðfestana. Þessum réttu pönd, sem vilja staðfestana eru bennir réttu pönd og það eru 9 hendur á lofti. Þá kemur síðasta fundargerð sem er tekin hér til atkvæða og það er ágæta skipulagsnefnd Mosfellsbæjar. Fundur númer 533, hélt fund 16. febrúar, að ég hygg snemma morguns. Og þarna voru nú mörg mál á dagskrá á klukkan 7 árdegis. Mörg mál á dagskrá, 13 mál og forseti gefur orðið laust. Bæjarfulltrúi Ásgeir fyrirgefðu það. Annars er ég var undan. Þá mun ég taka þetta persónulega. Já, ég er svo upptekinn við að lesa hérna. Ég er að fylgjast með það. Já, það eru hérna ýmsir hérna. Ég var að forseti. Það er Anna Sigríður Guðmundsdóttir sem hefur úr hér 13 málum að velja. Gjörðu svo vel. Já, ég kem hérna upp ágæti forseti undir máli númer 6, Bjarkarholt breyting á deiliskipulagi. Já, mér langar að taka hér til umræðu tillögu að deiliskipulagsbreytingu við Bjarkarholt 4-5 sem nefndin heimilegði lögð fram á fundi sínum þann 28. ágúst síðastliðinn. Það er skipulagsnefndin.
Áheyrnarfulltrúi Samfylkingar í skipulagsnefnd lagði fram tillögu að málinu yrði frestað, núna sem sagt á síðasta skipulagsnefndarfundi, þar sem það væri umfangsmikið og nefndarmenn hefðu einungis fengið gögnin 2 dögum fyrir umræddan fund og bara stutt umræða á fundunum málið. Samkvæmt upphaflegri kynningu Eyrar á hugmyndu sínum byggingu öryggisíbúða í Mosfellsbæ frá því ágúst 2020 gerir fyrirtæki ráð fyrir byggingu allt að 250 íbúða, þó þær hugmyndir sem hér liggi fyrir séu upp á 108 íbúðir. Skýringin á því sú að fyrirtækið, semst Eyr, hefur ætlað sér að byggja líka á næstu lóð við hliðina á þeim sem hér fjallað en hver niðurstaðan í viðræðum við lóðarhafa þar verður veit ég náttúrulega ekki. Þannig að það líklega einhver óvissa allar þessar 250. Svo mikil fjölgun einnar tegundar íbúða í bæjarfélaginu hlýtur hafa áhrif á allt bæjarfélagið. Ef við höldum okkur við þær tillögur sem komnar eru fram 108 íbúðir, þá bendi ég á að áramótin 2019 til 2020 voru íbúar Mosfellsbæjar á aldrinum 76–90 ára 400 talsins. Ekki liggur fyrir núna könnun eða spá hver þörfin eða eftirspurn eftir öryggisíbúðum meðal íbúa Mosfellsbæjar gerð á bæjaryfirvöldum. En fram kemur samt í gögnum frá Eyr að þarfagreining hafi farið fram á íbúðaþörf vegna þjónustu íbúða í Mosfellsbæ. Það eru langir, með leyfi forseta ég að vitna beint í þarna sem sé að þá byrja ég eftir íbúðaþörf vegna þjónustu íbúða í Mosfellsbæ. Þegar þarfagreining hefur farið fram íbúðaþörf vegna þjónustu íbúða í Mosfellsbæ, það eru langir biðlistar eftir húsnæði af þessari gerð í dag og fáar aðgerðir í gangi til að stytta þá, svo ég vitni beint í gögnin sem fylgdu með þessu máli í upphafi. Þessi fullyrðing stemmir ekki við upplýsingar sem nefndarmaður Samfylkingar í fjölskyldunefnd fékk síðastliðið haust biðlista eftir íbúðum í Eyrarhöfn. Þar kom fram að 27 Mosfellingar væru á biðlista og nú misti ég rafmagnið. Má ég fara og ná í... Já, gjör svo vel. Svona það gamla og lúna tölvu, ertu með það? Það var ekki nefnst Nei. Ég biðst innilega forláts á þessu og skal reyna að gera eitthvað í þessu batteríi. Ég veit ekki hvort ég ætti að syngja eitthvað með ég. Hvað gerir þið? Ég held þetta sé að koma núna, já. Ég byrjast afsakið innilega. Ég ætla að byrja bara aftur að þessi fullyrðing stemmir ekki upplýsingar sem nefndarmenn Samfylkingar í fjölskyldunefnd fékk síðastliðið haust biðlista eftir íbúðum í Eyrarhöfn. Þar kom fram að 27 Mosfellingar var á biðlista og 2 biðu flutninga milli íbúða. Þá var þess sérstaklega getið í svarinu að af þessum 27 hefði 21 einstaklingur hafnað boði íbúð á árunum 2019 og fram á haust 2020. Ekki ljós hver ástæða hafnanna Þetta misræmi hlýtur að kalla á að bæjaryfirvöld leggi sjálfstætt mat á þörf íbúa Mosfellsbæjar fyrir öryggisíbúðir. Þannig að við sjáum hver hlutfallstalan á milli þeirra upplýsinga og uppbyggingar áforma Þá fyrirséð að svo mikil fjölgun íbúða fyrir þennan aldurshóp, og þá ég að tala þessi stóra áform þessara aðila, hlýtur að kalla á að skoðuð verði þau áhrif sem fjölgunin líkleg til að hafa á félagsþjónustu í bænum hvað varðar umfang og fjölbreytni. Hugmyndir að fjölga íbúðum fyrir aldraða eru auðvitað kærkomnar, en ég tel að bæjaryfirvöld verða að vinna nokkra heimavinnu til að undirbúa sig sem best fyrir verkefnið, svo það þjóni því fólki sem vonir standa til að það geri sem allra best. Skipulagsnefnd bókar þannig með leyfi forseta, ég ekki að lesa það sem seinni hluti bókunarinnar, áður en að endanlegra afgreiðslu skipulags kemur þarf að liggja fyrir undirritaður uppbyggingarsamningur við sveitarfélagið. Þetta kemur fram í bókun skipulagsnefndar. Og ég tel að áður en slíkur uppbyggingarsamningur verði gerður, þurfi að liggja fyrir ítarleg greining á þeim þáttum sem ég hef nefnt hér á undan
það er þörfinni og áhrifum á félagsþjónustu. Því legg ég fram svohljóðandi tillögu. Og les ég sjálf tillöguna með að gera forseti það. Ég les hana. Já, tillaga S-lista. Bæjarfulltrúar Samfylkingar leggur til að lagt verði mat á þörf íbúa Mosfellsbæjar fyrir öryggisíbúðir á næstu 10 til 15 árum. Það er sem þörfi fram í tíma. Þá verði einnig lagt mat á þær breytingar sem umrædd fjölgun öryggisíbúða alltaf 250 ef áætlanir umsækjenda ganga eftir muni hafa á uppbyggingu og framboð félagsþjónustu í bænum. Hver sendi ég þessa tillögu? Það er rétt að þú getur sett það á mig. Við myndum taka tillöguna til umfjöllar og afgreiðsluríktum að gera hér fyrsta fundinu þegar við erum búin að fara í gegnum umræðuna. Þetta er hrein og bein tillaga og ég mynd þá Tillagan sé tæk. að ég þarf að meta það. En þú sendir mér þá tillöguna. En við höldum áfram með mældaskrána og Ásgeir Sveinsson er næstur. Takk fyrir það, forseti. Bæjarfulltrúar, ég kemur upp undir fundargerð skipulagsnefndar, mál nr. 6, Bjarkarholt, Eir, breyting á deiliskipulagi. Það sem var samþykkt í skipulagsnefnd að heimila að setja í auglýsingu deiliskipulagsbreytingu sem að lá fyrir fundi skipulagsnefndar. Það er rétt að það komi fram að það kom fram tillaga frá Ólafi Inga, áheyrnarfulltrúa S-lista að fresta málinu á þessum fundi þar sem að hann taldi að það var ekki komið nóg mikið tími til þess að fara yfir hana og það er auðvitað sjónarmið sem að við hefum getað fallist á en á þessum fundi var ákveðið að kjósa þá tillögu og hún var felld og ástæðan kannski fyrir því er svo að þarna erum við bara stödd í ferli sem að er komið þó nokkuð langt á veg. Það var í desember 2019 þar sem var heimiluð eða samþykkt í bæjarráði og bæjarstjórn viljayfirlýsing breytingu á deiliskipulagi á þessum reit hér í Bjarkarholti sem að samanstendur af Bjarkarholti 1 til 5 og því eru þá breytt úr núverandi deiliskipulagi í þá íbúðir fyrir eldri borgara. Og það er alveg hárrétt að þetta er veruleg fjölgun frá núverandi og núgildandi deiliskipulagi. En að sama skapi þurfum við auðvitað að skoða það að þessar íbúðir eru miklu minni heldur en þær sem að hefðu verið byggðar í núgildandi deiliskipulagi. Auk þess sem að íbúasamsetningin er með þeim hætti að það var talið að þetta myndi falla að því umhverfi sem við erum að tala og umferðarsérfræðingar mæltu með því að þetta yrði gert með þeim hætti að það yrði bílakjallari sem að færi gegnum Langatanga og þarna væri auðvitað íbúar sem að væru kannski ekki á ferðinu á sama tíma og hálfannatími í byrjun vinnudags og lok vinnudags sem að væri þá líka til þess að létta á umferðinni í Bjarkarholti. Nú þetta hlaut framgang þessi viljayfirlýsing hér í bæjarráði og bæjarstjórn. Síðan gerist það að það kemur kynning, mjög ítarleg kynning með þrívíddarmyndum og mjög svona ítarlegum lýsingum á fyrirhugaðri uppbyggingarstarfsemi á þessum stað. Það var í lok ágúst 2020 og það fer þá í gegnum skipulagsnefnd með umræðu auðvitað og síðan í gegnum samþykkt hér í bæjarstjórn. Í skipulagsnefnd á þeim tíma var bara lýst yfir ánægju með verkefnið og þar kom fram nákvæmlega þessi sömu tölur og bæjarfulltrúi S-lista Anna Sigríður var að tala hér að í fyrsta áfanga ættu að vera 100 íbúðir og síðan gæti orðið í þessari heildaruppbyggingu alltaf 250 íbúðir fyrir eldri borgara, hvort sem það er allar öryggisíbúðir eða hvað. Með þessu þá kannski töldum við ekki ástæðu til þess að fresta því að setja þetta í auglýsingu vegna þess að
fólk hefur þá haft tíma til þess að skoða þetta frá því í ágúst, ef við getum sagt sem svo, og vegna þess að svo tillaga sem að við heimilegum í ágúst að yrði lögð fram fyrir skipulagsnefnd, sem að komur reyndar ekki fyrir núna, að hún er nákvæmlega með sama hætti og svo kynning sem við fengum í lok ágúst í skipulagsnefndinni. Þannig að það er eiginlega ekkert sem ætti að koma óvart þar, nema svo breyting varð að samkvæmt ábendingum hér frá skipulagssviði Mosfellsbæjar að þá var aukið við bílastæði frá þeim kynningum sem voru lögð fyrir skipulagsnefndina á sínum tíma. Þannig að því leytinu til var tekin ákvörðun það á þessum fundi skipulagsnefndar að samþykkja að setja þessa deiliskipulagstillögu í breytingu og með þessum fyrirvara sem að segja til að afgreiðsla að þetta mun ekki taka gildi skipulagið fyrr en að það verður undirritaður uppbyggingarsamningur við sveitarfélagið fyrir allt svæðið. Nú, þetta var samþykkt með 4 atkvæðum í skipulagsnefnd og 1 fulltrúi í skipulagsnefndinni satt hjá. Ég held að þetta sé mjög gott mál og mjög þarft mál vegna þess að fjölgun á eldra fólki ekki bara hér í Mosfellsbæ heldur á höfuðborgarsvæðinu og land allt er mjög hröð eins og við vitum og þetta er nú talað að þetta verði eitt helsta vandamál innan gæsalappa, helsta verkefni, getum við kallað það frekar, stjórnsýslunnar á næsta ári og ég man ekki betur en að held ég bara allir hafi svona fagnað þessum áformum þegar að þau voru hér til kynningar á fyrri stigum. Hvað varðar að það séu svona fáir sem að bíða eftir öryggisíbúðum í Mosfellsbæ haustið 2019. Ég svo sem ekki með þær tölur yfir það, en ég gerir ráð fyrir að þegar við horfum á þá íbúa fjölgun og þá spá sem að í því og þá sérstaklega fjölgun eldra fólks og þá í Mosfellsbæ fyrir næstu 5-10 árin sem að þessi uppbygging mun standa, að þá verður þetta mjög kærkomin viðbót við þær íbúðir sem í boði fyrir Mosfellinga í dag og svo er náttúrulega enginn sem að bannar einhverjum öðrum eldri borgurum að flytja í Mosfellsbæ eða að standa til boða hér íbúðir fyrir þá sem að eru þá sérstaklega fyrir eldri borgara. En þetta mál er allavega í þeim farvegi að nú er þetta búið að samþykkja að skipulagsnefnd í auglýsingu. Það tekur 6-8 vikur og síðan verður það þá afgreitt endanlega þegar það liggur fyrir uppbyggingarsamningur við sveitarfélagið. En ég ætla að leggja fram bókun í þessu máli forseti þegar að umræðu er lokið. Takk fyrir. Heyrðu, já, einmitt það ágætt að ræða það aðeins hvernig þetta er stórt og mikið mál og eins og við vitum öll. Við heldum áfram með mælendaskránna og síðan þegar henni er lokið, umræðan lokið, þá tökum við fyrir tillögu frá bæjarfulltrúa S-lista og síðan verða lagðar fram bókanir. Það var umræður tillöguna og hún verður afgreidd. Skilur að hún að senda þessa tillögu? Ég tel rétt að sé bara, hún verður bara lesin og svo geta menn. Ég bara, nei, ég vil fá hana, ég vil fá að binda með skoðun á henni þannig. Já. Ég hef ljótið að hafa rétt á því. Já. Já, við skulum aðeins gera fundarhlé.
og Við hefjum þá fund að nýju og erum að ræða hér fundargerð skipulagsnefndar. 7. mál, Bjarkarholt, bandstrik, Eir, bandstrik, breyting á deiliskipulagi. Mældagskrá er opinn og Lovísa Jónsdóttir, bæjarfulltrúi, þú varst búin að biðja orðið og svo þá getur bara að fá hendur á loft ef einhver vill ræða, taka til máls. já, takk, ég kem upp undir þessu 7. máli, já. Og ástæða þess að ég vil taka til máls er að mér finnst rétt að árétta að sem ég sé að kemur ekki skýrt fram í fundargerðinni sjálfri. Og það er að tillaga Ólafs Inga, áheyrnarfulltrúa S-lista, gekk út af það að fresta afgreiðslu málsins ekki meira heldur en bara 2 vikur til þess að gefa nefndarmönnum og öðrum aðeins lengri tíma til þess að kynna sér betur þessi tillögur. Þannig að mér finnst það mikilvægt að það komi fram að það var ekkert verið að tala að fresta þessu einhvern ótilgreindan tíma, heldur var bara verið að tala 2 vikur. Og það voru þarna spurningar undir sem að voru nefndar sem að viðkomandi áheyrnarfulltrúi vildi fá svör við. Okkur var tjáð þarna, nú ætla ég að reyna að fara varlega, þarna erum við að tala á lokuðum fundi, en þannig að ég kannski rétt að tjáa mig út frá mínum skilningi var sá að þetta væri nú bara lítið skref og þetta myndi alltaf koma til okkar aftur. Þannig að þetta væri ekkert því til fyrirstöðu að tefja, það væri ekki því til fyrirstöðu að auglýsa þetta núna og það ætti ekkert að tefja fólki því að kynna sér málið. Ég var ekki alveg sammála þeirri afstöðu því að þegar búið er að auglýsa, þá er alltaf komið í ákveðið formlegt ferli. En þannig að mér brátandi við hérna áðan að segja að þegar formaður skipulagsnefndar kemur í punktu og segir síðan að nú sé ferli komið þetta langt og ekki ástæða til þess að vera að tefja það frekar. Þessi svo langt síðan það var samþykkt í bæjarráði og staðfesta bæjarstjórn viljinn til þess að taka þátt í þessu verkefni. En þannig að hvort er það? Hvort höfum við nægan tíma eða við viljum ekki tefja máli lengur að þetta er bara svo lengi í gangi. Það finnir mótsögn þarna í þessu frá þeim skilningi mínum af því sem við vorum upplýst á þessum skipulagsnefndarfundi. Síðan finnst mér annað í þessu máli er að í þessu kynningarefni öllu sem liggur þarna til grundvallar þá er verið að gera ráð fyrir uppbyggingu á 2-falt stærra svæði heldur en þessi deiliskipulagstillaga nær til. Þannig að við erum vissulega að fara af stað hérna núna í vegferð sem erfitt er að sjá hvernig verður snúið við bara með tilliti til væntinga annarra lóðahafa þarna við Bjarkarholtið. Ég meina ef að við eins og nú hefur verið samþykkt að gera, að fara með þetta í auglýsingu, já, ég myndi telja það breytir svolítið stöðu lóðahafa hinna lóðana, eflir samningsstöðu þeirra til þess að krefjast meiri peninga fyrir sín hús til dæmis, þegar það liggur fyrir að geti að vilji bæjarstjórnar standi til þess að það verði byggðar fleiri íbúðir á þeirra lóðum heldur en núgildandi deiliskipulag segir til. Þannig að mér finnst allt í lagi að stíga varlega til jarðar. Og mun þá kannski tjá mig frekar sérstaklega á eftir þegar við ræðum það sem liggur fyrir að verða rætt hér á eftir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson, þú ert næstur maður. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur kem hérna upp undir þessu sama máli sem ég man eitt númer hvað er? 6. Númer 6. 6 í fundargerðinni og aðeins að fá að það er rétt sem hér hefur komið fram. Kom fram ósk að fresta þessu í 2 vikur hjá áheyrnarfulltrúa Samfylkingarinnar sem að sá sem hér talar tók undir, studdi það. En mér hefði fundist það bara allt í lagi vegna þess að þetta er ekki langur tími en þetta hefði kannski frekar verið með til þess að það myndast svona ákveðin samstaða
ef það verður að keyra svona fast á hlutina, þá eykur það hættuna á því að það verði sem sagt ágreiningur málið og menn fari í einhverja skotgrafir sem að kannski væru óþarfar. En látum það liggja milli hluta. Þetta var tillaga um frestun var ekki samþykkt og þannig fór það. Þannig að þegar þar var komið við sögu forseti þá studdi ég það að þetta færi í auglýsingu og ég ætla aðeins forseti með þínu leyfi að fá að rifja upp aðdragandan að þessu. Þetta byrjar 11.12.2019. Þá samþykkir bæjarstjórn tillögu bæjarráðs gerð viljayfirlýsingar. Og ég hef svona aðeins verið að velta þessu fyrir mér hvað þetta allt saman Mér finnst svona pínulítið að það kemur einhver svokallaður fjárfestir á hvítum hesti inn í bæinn. Hann fær Eir með sér, Eir öryggisíbúðir og bæinn til þess að koma inn í einhverja viljayfirlýsingu. Og ég svona að velta fyrir mér hvað er við að gera í þessu. Skipulag liggur þarna fyrir á þessum reit og það eru þarna lóðir sem eru eða voru í einkaeigu og það er rétt sem að hér kom fram áðan forseti að uppdrættir sem voru lagðir þarna fram þeir ná yfir stærra svæði heldur en til umfjöllunar núna og einhvern tímann hefði það ekki þótt mikil fagmennska í því að gera það með þeim hætti af því að það villir augað fyrir þá sem að eiga svo að rýna þetta skipulag þá sjá þeir miklu stærra svæði á myndunum heldur en að við erum að fjallum þannig að það hefði verið alveg líka full ástæða til að laga uppdráttinn að mínu viti en forseti ég hef búin að nefna þessa viljayfirlýsingu hún var gerð og þar sem sagt, ef ég má vitna aðeins í hana, forsetinn í þínu leyfi, íbúðirnar verða ýmist leigðar eða seldur íbúðarréttur. Öll þjónusta verður í samráði við Eir og Mosfellsbæ og með sambærilegu snið og þær öryggisíbúð sem í Eirhömrum. Þetta er eiginlega allt komið yfir á Eir og Mosfellsbæ en samt þarna einhver fjárfestir sem kemur frá Reykjavík og hann aðalmaðurinn í þessu. Ég hef einhvern veginn á tilfinningunni að þetta sé nú svona eitthvað sett upp til þess að fá Arionbanka að borðinu til að fjármagna eitthvað og svona, þú veist, ægir öllu saman. Og það náttúrulega segir ekkert í viljayfirlýsingunni hvernig á að tryggja aðgang að Mosfellsbær geti tilnefnt þarna einhverja íbúa og svo framvegis. Þetta er allt saman eftir og ég gerir ráð fyrir því að það sem stendur í bókun skipulagsnefndar forseti, ég fæ að draga hana aðeins upp. Skipulagsnefnd samþykkir að auglýsa tillögu að deiliskipulagi. Áður en endanleg afgreiðsla skipulags kemur áður en að endanlegri afgreiðslu skipulags kemur. Þarf að liggja fyrir undirritaður uppbyggingarsamningur við sveitarfélagið. Þarna aftur sveitarfélagið komið inn í einhver einkaframkvæmd með Eir og einhverjum fjárfesti og einhver uppbyggingarsamningur. Ég gerir ráð fyrir að hann þá að taka eitthvað á þessu að Mosfellsbær geti ráðið eitthvað yfir hlutum íbúða þarna, ég veit ekki hvernig það á að vera, hvert að Mosfellsbær ætlaði að kaupa þeir og ráðstafa þeim til einhverja gróna Mosfellinga eða eitthvað, þú veist, ég veit það ekki, mér finnst þetta pínlítið svona róðast svolítið saman forseti en ég vildi svona bara vekja athygli á þessu að hvernig þetta er tilkomið að við erum á þessum stað sem við erum í dag. Það hefur engin minnst á þessa viljayfirlýsingu, það hefur bara verið talað þessa frestun og svo framvegis, en þetta er svona málið í heild sinni í hnotskurn, forseti. Takk fyrir. Já, við höldum áfram mældaskrána, það er Haraldur Sverrisson sem beðið nú. Gjörðu svo vel, Haraldur. Lóðirnar er ekki í eigu ykkar, þessar lóðirnar er í eigu Mosfellsbæ. Já, en lóðilegur réttur og fyrirgjöf. Það er rétt. Já, forseti. Að halda áfram að ræða þetta mál. Ég hafði nú einmitt sett þessa viljayfirlýsingu sem minn fyrsta punkt til þess að ræðum. Þannig að það er grundvöllur málsins.
þannig að, að það er engin fjárfestir sem að kemur hér á einhverjum hvítum hesti með einhverjar milljónir frá Arionbanka sem er að villa fyrir bæjarfulltrúum og vél á í það að breyta skipulagi í miðbæ Mosfellsbæjar. Það er ekki þannig. Þetta mál á upphaf sitt í því að það er fulltrúar Eyra sem koma að máli við Mosfellsbæ og hafa áhuga á því að útvíkka sína starfsemi sem við erum með á Hlaðumrum og Eyrumrum og hafa haft augastað á lóðum við Bjarkarholt til þess að gera það. Á þeim forsendum sem kemur fram í þessari viljayfirlýsingu að það sé mikil eftirspurn eftir íbúðum sem þessum, bæði á öryggisíbúðum, þjónustuíbúðum og slíkum hlutum. Og þeir hafi áhuga á því að fara í þessa uppbyggingu í samvinnu við bæinn. Þannig er nú upphaf þessa máls. Og þessi viljayfirlýsing, eins og hún var undirrituð þetta í desember 2019, að hún er borin upp í bæjarráði og hún er þar afgreidd með 3 atkvæðum, eða það er afgreitt að heimila að fela bæjarstjóri að undirrita þessa viljayfirlýsingu. Það er nú þessi bæjarstjórn hér sem situr við þetta borð sem það gerði og síðan bæjarráð fyrirgefðu og svo er það staðfest í bæjarstjórn þarna líka og það er allir 9 bæjarfulltrúar sammála því. Og þar kemur fram í þessari viljayfirlýsingu það þurfi að breyta skipulagi og það er sett ákveðin orð á það hvernig það skuli gert og það er hér talað komið hér inn á staðfestingu Eyrar það að það sé mikil skortur á íbúðum sem þessum og svo framvegis og það er líka því að það var nú komið inn á það hér áðan hjá bæjarfulltrúa vina Mosfellsbæjar að það væri ekkert rætt með hvaða hætti Mosfellsbær kæmi að þessu en það er nú reyndar gert í þessari viljayfirlýsingu og það stendur hér með leyfi forseta eftir þeirri setningu sem bæjarfulltrúa las upp og æskilegt er að minnsta hluti íbúðarna sé íbúðar þar sem íbúar Mosfellsbæjar sem eru metnir við þörf fyrir búsetu í öryggisíbúð sitji fyrir úthlutun og að fjölskyldusvið í samvinnu við leigusala og heimahjúkrun meti umsóknir og taki ákvörðun úthlutun. Nákvæmlega sama fyrirkomulagið og er í öryggisíbúðum að Eyrarhömrum í dag. Var þetta neglt niður þegar þær íbúðir voru byggðar á sínum tíma. Það er mjög fáar og þessar mun fleiri og ég efast að það verður nú bara Mosfellingar sem að nýti þessar íbúðir. Enda erum við svo sem hér að byggja íbúðir út allar koppagrundir sem orðaða þannig og við erum ekki að bara ætlast til þess að það séu þeir sem hér búa sem nýti þær heldur að við bjóðum nú fólk velkomið hér í okkar bæjarfélag og ég gerum ráð fyrir því að við bjóðum unga sem aldna velkomna. Ég minnskosti mun vilja standa fyrir þeirri sýn að hvað varðar okkar bæjarfélag. Þannig að þetta er andlag málsins og það var talað hér í þessari viljayfirlýsingu og þetta geti tekið kannski ár að útvatnast á framkvæmdastig að það tekið aðeins lengri tíma og það er líka talað það í þessari viljayfirlýsingu að það sé vilji til þess að þessi uppbygging nái þennan tiltekna reit í deiliskipulagi miðbæjarins sem eru lóðir norðan Bjarkarholts númer 1-5 og það sé vilji til þess að þetta verkefni nái yfir allt það svæði en fyrsti áfangi verkefnisins sé lóðir 4 og 5 og ástæðan fyrir því svo að þær lóðir eru næstar núverandi þjónustustöð Eyrar á Hlaðumrum og hugmyndin er að byggja tengigang á milli til þess að sú þjónusta sem þar er undir hendi hún nýtist á þessum íbúum sem í þessum öryggisíbúum og þjónustuíbúum búa og
þess vegna tala hér þann áfanga og það það sem verið að fjalla hér undir þessu máli í dag. Það hafa síðan, veit ég, átt sér stað viðræður við eigendur, eða ekki eigendur, lóðarhafa, lóða í Bjarkarholti frá 1 til 3. Því að þetta félag hefur keypt lóðarréttindin og húseignir á lóðum 4 til 5 og á þær. En það hafa átt sér stað viðræður við aðra lóðarhafa uppkaup eða samvinnu þetta verkefni. Og ég veit ekki annað en að það gangi ágætlega og vonandi verður niðurstaða úr því fljótlega og ég held að það sé ágætt fyrir okkur, gott fyrir okkur að það gerist og þess vegna meðal annars er þessi fyrirvari settur hjá skipulagsnefnd en það þarf líka að taka á ýmsum öðrum hlutum eins og bæjarfulltrúi innan Mosfellsbæjar þekkir að þegar við heimilum uppbyggingu á lóðum hvort sem það í miðbæ annars staðar í sveitarfélaginu þá þurfum við að ganga frá ýmsum hlutum eins og greiðslu gatnagerðargjalda, eins og greiðslu byggingarréttar. Það líka í þessu skipulagi miðbæjar gert ráð fyrir því að hluti því sem á þessum stað er almenningsgarður. Ég gerir ráð fyrir því að Mosfellsbær vilji taka þann leigusamning til bæjarins, að það sé bæjarins sem hafi yfirráð á þeim stað þar sem þessi almenningsgarður á að vera og ég held að það sé reyndar mjög mikilvægur í þeirri hugmyndafræði sem miðbæjarskipulagsgerðin gengur út frá að það sé opið svæði í miðbæ Mosfellsbæjar þar sem íbúar og sérstaklega kannski þessi sem þarna búa þeir verði verði diggir viðskiptavinir þessa garðs, ég er nokkuð viss um það. Þetta gengur allt saman eftir, það gangi allt saman eftir og það er engin áform manna, engin vilji til annars, þeim sem ef maður þá að kalla það bæjarlið. Þannig að mér finnst þetta mál allt saman vera bara mjög jákvætt og ég geti jafnvel nota orðið frábært það að þarna sé komast á koppinn það að við getum byggt upp þessa þjónustu með þeim hætti sem þarna sem augljóslega eftirspurn eftir og bjóða Mosfellinga og aðra landsmenn velkomna til þess að njóta þess að búa hér í bænum okkar og njóta þeirra þjónustu sem líka verður í miðbænum og þessar sem þarna Ég hugsa að við getum örugglega státað okkur á því að þetta allt saman gengur eftir að vera með kannski skemmtilegasta konseptið eða þjónustuna eða uppleggi hvað varðar íbúðir og búsetuúrræði fyrir þennan hóp. Og það styttist nú í sama sjálfur, kannski farið að þurfa að nota þessa þjónustu, kannski einhverju fleiri við þetta borð. Það er ágætt, en þannig að mér finnst þetta jákvætt mál, ég get alveg notað líka orðið frábært, en ég sleppa því. Gott að það er komið á þennan rekspöl og það er gott að það sé hægt að fara að kynna þetta fyrir bæjarbúum. Það er líka gott að við erum með bæði belti og axlabönd í þessu og við munum ekkert ljúka þessu fyrir að við erum með allt á hreinu hvað varðar samningamál og greiðslur og slíka hluti. Og ég ætlaði bara þá að ljúka því með því að segja að ég bara vil lýsa ánægju minni með mál. Orðið laust málið eins og það liggur fyrir. Það kveður svo engin frekar ljós, þá er umræðan lokið. Umræðan er lokið, það liggur hér fyrir tillaga fyrir fundinni sem var lesin upp áðan og má ég biðja ritara að senda hann á bæjarfulltrúa. Ég sé ekki ástæðu til að lesa hann aftur. Hún myndi senda ritari á bæjarfulltrúa tillögu frá bæjarfulltrúa S-lista, Önnu Sigríði Gunnardóttur, sem hún las upp hér áðan. Og þegar hún er komin til bæjarfulltrúa þá mun ég opna mælendaskrá þá tillögu. Eingöngu hana og síðan er greitt atkvæði hana, þetta er formleg tillaga.
Það er líka að óska eftir hlé eða við fólk vil skoðana eitthvað áður en við hefjum umræðu. Er ekki bara ágætt að byrja á fundarhléinu og svo getum við lesið hérna, Gera fundarhlé. lesið tillöguna í fundarhléi.
Við hefjum þá fund að nýju og ræðum ennþá mál nr. 6 í fundargerð skipulagsnefndar frá 16. febrúar. Það er liggur hér fyrir tillaga frá bæjarfulltrúa S-lista og ég gef orðið laust um hana. Og það hefur einn hvatt sér hljóðs og það er Haraldur Sverrisson. Gjörðu svo vel, Haraldur. Já, forseti, ég langar að leggja fram málsmeðferðartillögu þessa tillögu. Hún hljóðar svo að þessi tillaga S-lista verði send til umsagnar framkvæmdastjóra fjölskyldusviðs. Já, hér er komin fram máls. Athugasemd fundarstjórn forseta. Já, það er klára þennan lið fyrst. Það varðar þennan lið, þannig að það að þú sért að taka hann til afgreiðslu. Þannig að þess vegna þarf ég að ræða fundarstjórn forseta. Já, ég ætla að klára afgreiðslu málsins hérna fyrst. Það er komin málsmeðferðartillaga sem að ég er að taka til atkvæða strax. En ég verð að fá að gera athugasemd til fundarstjórn forseta. Já, augnablik Lovísa. Ég ætla að fá að gera stutt fundarhlé.
Já, við hefjum þá fund á nýju og við ræðum ennþá fundargerð skipulagsnefndar frá 16. febrúar. Erum að ræða mál númer 6, Bjarkarholt Eyr, breyting á deiliskipulagi. Það kom hér tillaga frá bæjarfulltrúa S-lista sem að fulltrúan las hér fyrr á fundinum í kvöld fyrirgeði, og síðan kom málsmeðferðartillaga frá Haraldi Sverrissyni að vísa þessari tillögu bæjarfulltrúa S-lista til forstöðumanns fjölskyldusviðs, til framkvæmdastjóra fjölskyldusviðs til umsagnar, og umsögnin verði send bæjarráði Mosfellsbæjar. Má ég spyrja? Já, eitthvað örstuð. Já, bara örstuð. Tillagan náttúrulega færist til bókar og svo hún... Já. Við erum samt að greiða atkvæði þessa tillögu. Ég held að erum við ekki all með að reyna hvað það snýst þess að það sem ég las hér upp eða flutti hér. Þeir sem samþykkta þessa málsmeðferðartillögu bara rétt upp hönd. Þeir sem eru á móti, það eru 6 atkvæði með og 3 sitja hjá. Er það ekki rétt sagt hjá mér? Jú. Haldi ég. Þá er komið að því að... Já, það er heimilt. Stutt og laggott. Forseti, hér satt ég hjá undir tillögu sem kemur frá meirihlutanum sem kallast málsmeðferðartillaga. Það sem að er í raun og veru ákveðin aðferð til þess að forðast á tillögu sem lögð að fara frá mér. En ég legg til að forseti leiti leiða til þess að kanna Fyrir ekki, bara eingöngu gera grein fyrir atkvæði þínu og það snýst að fá að taka til máls að greiða ekki neinar aðra tillögur eða hollræð. Nei, en það er rétt að skoða þetta betur. Já, þetta vel. Þá erum við komin að því að lesa hér upp bókanir. Það er svona síðasta vessið. Og forseti ætlar að lesa hér upp bókun frá D. og A-lista þetta mál. Hún er svohljóðandi. Bæjarfulltrúar D. og A-lista fagna þeim uppbyggingaráformum í Bjarkarholti sem í undirbúningi eru í samstarfi við Eyr og fleiri aðila og ætlið eru fyrir eldri borgara og þar á meðal nýrra öryggis- og þjónustu íbúða. Bæjarfulltrúar D. og A-lista telja að heildstæð uppbygging á öllu svæðinu að Bjarkarholti 1-5 sé til góða fyrir svæðið og taka því undir fyrirvara í samþykkt skipulagsnefndar að deiliskipulagsbreytingin verði ekki endanlega afgreidd fyrr en fyrir liggur samkomulag aðila heildstæða uppbyggingu á svæðinu öllu í samræmi við þegar kynnt áform. Þetta var bókun frá D. og A-lista mál nr. 6 í fundargerð skipulagsnefndar Bjarkarholt, Eyr, breyting á deiliskipulagi. Þetta mál, já. Fleiri hafa ekki skoðað bókun, þannig að þessu máli er lokið umfjöllun það að þessu sinni. Það er óskað eftir sératkvæðagreiðslu var ekki þetta mál 6 og 2. Við erum að sjálfsögðu fyrir því, en orðið er ennþá laust fundagerðina, einhver önnur mál. Þetta er sem sagt skipulagsnefnd, síðasta fundagerðin sem er hér til atkvæða tekið, sem greitt er atkvæðum. Skipulagsnefnd 16. febrúar, árladags. Sé enga hönd á lofti, þannig að
ég lít þá á að umræðan sé lokið þessa fundargerð. Það er verið Já, jú, það er sjálfsagt að biðja það og verða við því. Það er mörg mál. Já, það kveður sig engin frekar ljós og þá lít ég svo á að umræðan sé lokið. Það er óskað eftir sératkvæðagreiðslu um 2 mál. Og það er rétt að byrja á þeim málum. Það er fyrsta lagi mál nr. 2 sem heitir Brúarfljót 6-8 atvinnuhúsnæði. Niðurstaðan er hér á fundargerðinni en þeir sem við göngum þá þetta atkvæða og ég spyr fyrst þá atkvæði þeirra sem staðfesta niðurstöðu skipulagsnefndar í þessu máli, bara í þessu máli, Brúarfljót 6-8 atvinnuhúsnæði, þeir sem staðfesta þessa niðurstöðu er benni rétt upp hönd. Allir hérna sem greiða atkvæði, þeir sem eru á móti, það er þá 2 sem sitja hjá í þessu máli. Síðan var óskað eftir því að það yrði greitt sérstaklega atkvæði það mál sem við ræddum hér töluvert mikið áðan. Það er að segja mál nr. 6, Bjarkarholt, breyting á deiliskipulagi. Þeir sem staðfesta niðurstöðu skipulagsnefndar eru bænir að réttu hönd. Þeir sem eru á móti og þeir sem eru á móti, það eru hérna 7 fylgjandi, er það ekki rétt, og 2 sem sitja hjá, er það ekki rétt? 6-3. Þá er þessu nú lokið, en næst tökum við fyrir bæjarfulltrúar það sem málið sem við samþykktum hér inn á fundinn í upphafi fundarins. Hefur ekki að greiða atkvæðum Afsakið, takk fyrir þessa ábendingu. Það eru töluvert mörg mál sem við eigum eftir að greiða atkvæði öll hinn. Og þá ber forseti upp til atkvæða öll hinn málin, þessi staðfesta öll hinn málin sem við erum ekki búin að greiða atkvæðum, eru bennir rétt með hönd, þarna komu 9 hendur á loft. Þetta verður allt fært í bókar hjá ritara fundarins. Næst tökum við fyrir það sem heitir almenn erindi. Við samþykktum hér í upphafi fundar erindi frá varabæjarfulltrúa M-lista, Herdísi Sigurðardóttur, þar sem hún óskar eftir að víkja sæti sem varabæjarfulltrúi útkjörðunarmilið. Og ég veit ekki hvort það var að gefa orðið laustu það eða þannig, ef einhver vil ræða þetta mál áður en við göngum til atkvæða, þá tel ég formlega að sé rétt að greiða atkvæði það sem að staðfesta þessa lausnarbeiðni eru beinir rétt upp hönd. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá voru hérna vatnaskil hjá okkur og það eru fundargerðir sem eru lagðar fram til kynningar. Fyrst förum við í byggingarfulltrúan, afgreiðslufund byggingarfulltrúa, það eru reyndar 2. Við byrjum á fundi nr. 525, það voru 3 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust. Það kveður sig engin hljóðs. Þetta var fundur nr. 425, það var haldinn 5. febrúar, þá var hún lögð fram. Síðan leið vika og þá var aftur haldinn afgreiðslufundur byggingarfulltrúa og það er fundur nr. 426, þar voru 4 mál á dagskrá. Það kveður sig engin hljóðs og þá er sú fundargerð lögð fram. Þá er komið öldungaráði, þar voru 2 mál á dagskrá og fundur nr. 21. Forseti gefur orðið laust. Þessi fundur var haldinn 10. febrúar í öldungaráði.
Anna Sigríður Guðnadóttir, bæjarfulltrúi hefur beðið um orðið undir þessari fundargerð. Gjörðu svo vel, Anna Sigríður. Já, forseti, mér langar bara aðeins að nefna hérna undir mál nr. 2 á dagskrá öldungaráðs að hérna það er bókað sem sagt Jónas Sigurðsson lagði fram eftirfarandi bókun en þessi fundargerð, ég vil gagnrýna framsetninguna á þessa fundargerð, þetta er tillaga sem var samþykkt sem sagt, þetta er ekki bókun. En það stendur þarna þessi eftirfarandi bókun, þetta er tillaga sem var lögð fram og var samþykkt af þeim sem sátu hennar fund. Ég vil bara vekja athygli á þessu. Það þarf aðeins að vanda til fundargerðanna, að hlutinni séu kallaðir réttu nöfnum. Já, það er svolítið misræmi. Það stendur þetta að Jónas Sigurðsson hafi lagt fram bókun og síðan stendur að það hafi verið samþykkt að setja á dagskrá tillögu Jónasar Sigurðsson á næsta fundi ráðsins. En Rúnar Bragi Guðlaugsson hefur líka beðið um orðið undir þessari fundargerð. Gjörðu svo vel, Rúnar Bragi. Það er öldungaráð frá 10. febrúar. Haldinn í fjarfundi. Forseti, bæjarfulltrúar. Það er sama mál sem að bæjarfulltrúar Anna Sigríður talaði um. Á þessu fundi þá lagði Jónas þessa tillögu fram sannarlega og talaði um bókun og síðan gleymdist að setja það inn í fundargerðina og það var sent aftur og með samþykki fulltrúar sem að þetta ritar, þannig að það kom ekki athugasemd frá viðkomandi um að þetta væri bókun, þannig að svona fór þetta í gegn og ég veit ekki nema tillögu hafi samþykkt það í tölvupósti að þetta færi svona fram. Nú, en þessi fundargerð er lögð fram í heild sinni og þá förum við í eigendafund Sorpu. Það er fyrst stjórnarfundur í Sorpu, númer 443, haldinn 29. janúar, 13 mála dagskrá. Og sem ekki orðið laust og það er Lóðisa Jónsdóttir beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Lóðisa. Það er opinn réttan flipa hérna. Já, ég kem upp undir mál nr. 13, fundargerð stjórnar Sorpu. Á þessum tiltekna fundi það voru tekin fyrir fjölmörg minnisblöð. En þessi minnisblöð eru ekki með hérna til okkar. Ég gat ekki fundið þau og áttaði mig ekki á þessu nægilega tímalega til þess að hafa samband við fulltrúa okkar í stjórn Sorpu. Þannig að mér langaði bara óska eftir því að það væri hægt að koma þeim til okkar. Eða bæta þeim við. Eða bæta mér. Er það ekki fundarkortin? Fundarkort Sorpu eða? Þannig að eina á SSO. Ég heldur sér það. Já, ég skal athuga það. Mér hugfældist ekki að athuga þar. Þannig að þetta var farið að koma með, en það vantaði núna. Og þannig að ég vil bara árétta aftur að við fáum þetta svona með. Við þurfum ekki að vera að grafa svona djúpt. Já, það er rétt sem að komið fram. Það voru mörg minnisblöð. Mjög mörg minnisblöð. Það hefur verið 5 þarna á þessu ágætafundi. En Kolbrún Þorsteinsdóttir hefur beðið um orðið undir þessari fundargerð. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Þetta er sem sagt fundur nr. 443 í stjórn Sorpu, haldinn hér í lok janúar, 29. janúar og 13 á dagskrá. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Já, takk forseti. Varðandi fundargerð í Sorpu þá hefur nú orðið stór heljarna bæting á þeirri framsetningu og þau gögnum sem að fylgja og eiga fylgja, en ég var sjálf að grafast eftir minnisblaði sem að ég held ég hefði fengið sent í tölvupósti og ég skal alveg segja það hér að sjálfsögðu eiga þessi minnisblaði að fylgja og ég var í samskiptum og mun verða áfram við þann sem að ritar fundargerðir fyrir okkur og bara passa upp á það að minnisblaðin fylgja alltaf með. Þetta er alveg rétt athugað. Takk fyrir.
Þá förum við í það sem kallað eigendafundur Sorpu, sem bæjarstjórar hér á höfuðborgarsvæðinu og borgarstjórinn í Reykjavík. Sáttu þann fund, þetta var fjarfundur að sjálfsögðu, hann var haldinn 1. febrúar, fundur nr. 31. Ekki voruð laust á þennan fund. Það kveður sig undir hljóðs, þá svo fundargerð lögð fram, það voru 7 mála dagskrá. Og þá komið að SSH, hérna góðkunningi okkar, oft verið margir fundir hér síðustu mánuðum. Þessu sinni einungis 1 fundur frá SSH, Samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Hann var haldinn í miðjan febrúar, 15. febrúar og 5 mála dagskrá. Þarna voru bæjarstjórar og borgarstjóri, forseti gefur orðalaust. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefur boðið orðið. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Það eru bara eigendafundir. Já, þetta er stjórn SSH. Nei, fyrir ekki að ég er afsakið að trúka því hérna. Það voru 5 mál á dagskrá og þú hefur orðið. Forseti, ég kem hérna undir dagskrárliðnum sem varðar athugasemdir frá þeim sem hér stendur og voru til umfjöllunar frá SSH. Er það hérna fjórðamál fyrir þér? Má ég sjá hvernig voru þetta? Og það er Já. Það sem að æfættumálinu við ræða er fjórðamál. Það heitir aðalfundur 2020. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir forseti. Þarna var að ræða erindi sem ég flutti á aðalfundi SSH og varðaði margvíslegar athugasemdir mínar vegna samþykkta svæðisskipulagsnefndar SSH og snýr meðal annars að stjórnsýslu þeirra nefndar. Lögmaður SSH fór ítarlega yfir þessar athugasemdir mínar og ég fékk sendingu með þeim athugasemdum og sendi á aðra bæjarfulltrúa í Mosfellsbæ og ég ætla nú ekki að fara ítarlega í þessu öll atriði en ég skal nefna fáein. Eitt er til dæmis það snýr að því að samþykktir nefndarinnar, svæðisskipulagsnefndina, höfðu ekki verið auglýstar í B-tíðindu stjórnartíðindu. Tók lögmaðurinn undir það. Svo eru önnur mál sem eru til athugunar og meðal annars eitt mál sem ég hef beinlínis fengið frá fagfólki í skipulagsmálum sem snýr að gæðum þeirra gagna sem berast nefndinni. Og þessi mál eru í farvegi núna hjá SSH og ég fagna þeirri vinnu sem unnin var af hálfu lögmanns SSH og framkvæmdastjóra. Virkilega vel að verki staðið og fagleg afgreiðsla í alla staði. Bæjarfulltrúar hér hafa þessi gögn til höndum. Ég hef í raun og veru rekist á talsvert mörg horn í þessu en þessi útlistun lögmannsins lýsir því mjög vel að það skiptir máli að huga að stjórnsýslunni og skipulaginu svo að árekstrar minnki og í þessu efni líka að gæða mál sem snýr að skipulagsgögnum en berast á sveitarstjórnum séu löguð og þau bætt. En ég vildi bara árétta að þetta mál er ennþá í meðferðum og endurskoðun hjá SSH. Já. Við laustum þetta mál sem bæjarfulltrúi Sveinn Óskar var að ræða. Aðalfundur 2020 í fundargerð
stjórnar SSH, eitthvað sem bæjarfulltrúar vilja ræða hér annað í þessari fundargerð, sem virðist ekki vera, þá er hún lögð fram. Þá er komið að eigendafundi Strætó, það er fundur nr. 30. Hann var haldinn 15. febrúar síðastliðinn, 1. febrúar var það víst. Og það voru enn og oftast bæjarstjórnarnir hérna á höfuðborgarsvæðinu og borgarstjórinn í Reykjavík. Forseti gefur orðið laust. Það kveður sig engin hljóðs og þá er sú fundargerð lögð fram. Og þá er komið að síðustu fundargerðinni sem er fundargerð frá slökkviliði á höfuðborgarsvæðinu. Það var haldinn fundur í stjórn slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins byggðarsamlagi 15. janúar síðastliðinn. Hann var nr. 221. Og þar voru hann býst mál á dagskrá, 18 mál. Forseti gefur orðið laust. Og bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Forseti, ég ætla með þínu leyfi að fá að leggja fyrir bæjarstjóra eina spurningu í sambandi við þessa fundargerð í mál. Og það tegir sig aftur til aðalfundar SSH 2020. Þar flutti ég tillögur sem ég ætla að fá að lesa, forseti, í mál. Er það eitthvað ákveðin mál, Stefán Ómar? Nei, það er í raun og veru ekki ákveðin mál. Þetta er fyrirspurn til hans þegar hann situr í stjórn byggðarsamlagsins fyrir okkur og ég ætla að spyrja afdrif hérna. Já, en það er nú reyndar að því við erum að ræða bara þessi fundargerð og þessi mál sem eru á þessu fundi, þá er nú svolítið ræði að halda sig við þessi mál sem við erum að afgreiða. Það getur verið önnur mál, ég veit ekki hvað þetta er fallið þetta er fallið undir önnur mál í þessari fundargerð Já, en ég hefði nú viljað það að halda okkur við. Ok, það er sem sagt þú heimilar ekki spurningu til fulltrúa okkar í stjórn slökkviliðsins? Ekki nema að sé hérna undir málinu. Ekki beint, en það er náttúrulega að vera löngu komið þangað en það er annar mál. En takk fyrir forseti. Ekki má vilja ræða í fundarhlið eða taka fundarhlið? Nei, ekkert fundarhlið. Þá er þessi fundargerð lögð fram nema einhver vilji ræða eitthvað mál þarna. Þetta var síðasta fundargerðin, 16. mál á dagskrá, reyndar urðu 17 og fleira liggur ekki fyrir þessum fundi, ágætu bæjarfulltrúar, og næst verður boðað til fundar 10. mars, klukkan 16:30. Ég þakka ykkur kærlega fyrir fundarsetuna og segi fundi slitið.